Komið þið sæl. Nú maður bíða eftir tæknimanninu því að nú allt tekið upp í hljóð og mynd. Ég vil bara bjóða ykkur velkomin á íbúafund hér í Dalabyggð, í Búðardal sem sveitarstjórn boðar til. Og ég ætla ekki að vera langorður í byrjun en ég ætla að gera það að tillögu að Hlöðver Ingi Gunnarsson verði fundarstjóri hér í kvöld. Eru einhverjir sem eru á móti því. Það kveður sér engin hljóðs, þannig að þá held ég að Hlöðver sé réttkjörinn fundarstjóri. Hann sagði nú reyndar við mig hérna rétt áðan að hann ætti sér þann draum að það yrði einhvern ágreiningur kosningu fundarstjóra svona upphafi fundar, þannig að fundurinn færi í það að menn héldu framboðsræður það hver yrði fundarstjóri. En það verður ekki í kvöld. En gjörðu svo vel, Hlöðver. Já, takk fyrir það, takk fyrir traustið, eins og ég sagði við þá áðan. Ég bíð alltaf spenntur eftir þessu, þannig að vonandi verður þessi draumur minn einhvern tímann að veruleika, að það verði rifist fundarstjórn langt fram eftir kvöldi. Heyrðu velkomin á íbúafund í Dalabúð 7. nóvember, 7. nóvember. Dagskrá fundar er einföld, það eru 3 málefni á dagskrá. Kynning á fjárhagsáætlun Dalabyggðar 2020 til 2023, framtíð varðandi meðferð og förgun sorps, niðurstöður stefnumótunar í framhald af íbúaþingi. Og það er ekkert að vanbúnaði, við göngum bara til dagskrár. Ég fer hérna, þessi mál koma fram og eftir hvert mál myndast smá tími til að koma með fyrirspurnir. Þannig að við klárum fyrirspurnir fyrir hvert mál eftir þá kynningu. Já, og ég ætla bara að bjóða Kristján velkomin, hann ætlar að kynna hérna fjárhagsáætlun Dalabyggðar. Já, fundarstjóri, góði fundarmenn. Ég ætla að fara yfir svona nokkrar tölur í fjárhagsáætlun sem var lögð fram til 1. umræðu í sveitarstjórn 30. október. Samkvæmt lögum að þá á að leggja fjárhagsáætlun fram til 1. umræðu í síðasta lagi 1. nóvember. Eina sveitarfélagi sem hefur markvisst komið sér undan þessu alltaf er Reykjavíkurborg. Þeir leggja hann aldrei fram fyrir 3. eða 4. nóvember, einhverra hluta vegna, en þeir hafa komist upp með það, við hin komist ekkert upp með það. En fjárhagsáætlun er sem búið að vinna í nefndum sveitarfélagsins. Við byrjuðum að í apríl og maí, þá var fyrst tekin til umræðu og fyrst og fremst var þá reyndar verið að horfa á fjárfestingar og stefnumótun í kringum það. Síðan í ágúst og september þá hafa starfsmenn unnið að áætluninni og síðan með byggðaráði og þá urðu fyrstu drög áætlun til og þau fóru sér aftur til umfjöllunar í öllum fagnefndum sveitarfélagsins í byrjun október. Og síðan, eins og ég nefndi, var þetta lagt fram í sveitarstjórn til fyrri umræðu núna 30. október. Og það er þannig að síðan er þessi áætlun núna til skoðunar og umræðu og endanlega verður svo áætlunin afgreidd á fundi sveitarstjórnar 10. desember. Þannig að það er einn sveitarstjórnarfundur þarna á milli. Og þetta er líka gert og þessi kynning til þess að það sé hægt að koma ábendingum á framfæri og til þess að með svona meldt þessa áætlun. Forsendurnar fyrir áætlunni það er óbreytt hlutfall á útsvari en það er reiknað með hækkun á því sem nemur hækkun á launavísitölu sem er spáð fyrir næsta ár upp á 5,1%. Fasteignaskattar, þar er sömuleiðis álagningarhlutfall óbreytt en þannig að þeir hækka þá miðað við hækkun á fasteignamati, meðalhækkun á fasteignamati í Dalabyggð milli 2019-20 er 5,2%. En allar aðrar gjaldskrár, þær hækka
2,5% og það semst í samræmi við fyrirheit sem voru gefin sem sveitarfélög gáfu í tengslum við kjarasamningana í mars á þessu ári og þá var semst gefin út sú yfirlýsing að gjaldskrár myndu ekki hækka semst umfram 2,5% og minna ef að verðbólgan væri minni. En verðbólgan nú rúmlega 3% á þessu bili þannig að þetta semst þá er það þetta sem að miðast við. En þetta þýðir líka að það eru ákveðin gjöld eins og þið þekkið sem eru tengd fasteignamati eins og lóðarleiga og vatnsgjald þar sem það á við og þess háttar. En þessi gjöld sem sagt þó þessi tengd fasteignamati þá verða þau aftengd sem sagt á næsta ári þannig að þau hækki ekki 5,2% heldur 2,5%. Nú ef að við flettum bara á næstu. Það eru tvær reglur sem að fjármál sveitarfélaga verða að fylgja og þegar við setjum fram áætlun þá verður hún að vera innan þess ramma. Það er að segja annars vegar þetta sem sagt jafnvægisreglan og jafnvægisreglan segir það að á hverju 3 ára tímabili þá mega sem sagt útgjöld ekki vera hærri heldur en reglulega tekjur. Og þetta alltaf metið eins og núna þegar við gerum áætlun fyrir næsta ár að þá þurfum við að horfa til 2 síðustu ára þannig að 2 síðustu ár pluss áætlun næsta ár verður að vera í pluss. Þannig rúllar þetta alveg stöðugt og þetta er innan þeirra marka allra og svo sömuleiðis mega skuldir ekki fara eða skuldaviðmiðið ekki fara um 150% af árstekjum og Dalabyggð er langt innan við þau mörk. Skuldaviðmið þetta ekki alveg sama og skuldahlutfall en svona ýmsar lífeyrisskuldbindingar eru ekki reiknaðar inn í skuldaviðmið þó það sé reiknaðar inn í skuldahlutfall. Nú það er alltaf óvissa í áætlunum og óvissan í þessari áætlun eru alltaf kjarasamningar þó svo að kjarasamningar á almennum markaði hafi verið kláraðir að stórum hluta í mars á þessu ári sem slíks kjarasamningarnir sem voru gerðir til 3 ára og þá hefur kjarasamningum opinberra starfsmanna ekki verið lokað og þeir eru búin að vera lausir sumir hverjir núna í 7 mánuði sem losnuðu síðastliðið vor sumir hverjir og aðrir eins og til dæmis kjarasamningar kennara í sumar og þetta veldur óvissu í öllum spám og launakostnaður er náttúrulega mjög hátt hlutfall af öllum útgjöldum og þetta á semst bæði við spána fyrir næsta ár en þetta á líka við á þessu ári og ég sýni ykkur á eftir útgönguspá eða útkomuspá þess árs og þar er afgangur miklu meiri heldur en við gerum ráð fyrir í áætlun en það þarna eigum við bara eftir að örugglega sjá sem sagt meiri kostnað og maður bara vonar það að þetta klárist á þessu ári þannig að það verði ekki þarna flutningur á milli ára. Nú svo eru sorpmálin, þau eru mikill óvissu þáttur hjá okkur þegar við horfum til næsta árs. Það hefur verið talað um urðunarskatt og sem þá talað um hann eigi að vera 7,50 krónur á hvert kíló sem urðað á næsta ári og síðan miðað við fjármálafrumvarpið þá hann að hækka upp í 15 krónur á hvert kíló áramótin 2020-2021. Og þetta náttúrulega umtalsverð hækkun sem verður ekkert borin af, ekki hægt að niðurgreiða þannig að ef af þessari hækkun verður þá mun þetta koma beint út í kostnað vegna sorpmála. Nú síðan hefur Sorpurðun Vesturlands boðað urðunargjald. Við vitum ekki ennþá hvað það þannig það á eftir líka að leysast á milli umræðna. Og síðan verður breytt þjónustuform á sorpmálum á næsta ári. Það verður örugglega dýrara heldur en þetta fyrirkomulag í dag og það alveg ljóst að það þarf að taka gera viðauka og breyta fjárhagsáætlun á miðju næsta ári þegar endanlegt fyrirkomulag liggur fyrir. En eins og Stefán Gíslason mun fara yfir hér á eftir að þá eru
kröfur hvað varðar sorp og úrgang, það er alltaf að verða meiri og meiri og það kemur að því að það verður bannað að urða, það verður miklu meiri kröfur á flokkun og svo framvegis og við því verðum við að bregðast. Nú svo er sala eigna ákveðin óvissa, spurning hvernig það gengur. Og fyrirkomulag á rekstri Silfurtúns sömuleiðis. Silfurtún hefur verið rekið með mjög miklum halla eiginlega nánast frá upphafi. Sýningur hérna í lokin svona súluritt sem sýnir hvernig það kemur út og hefur safnað, Silfurtún er jú B-hlutastofnun, hefur safnað heilmiklum skuldum við sveitarfélagið. Það er fjármagnskostnaður og fleira sem er að verða til og það er til skoðunar hjá sveitarstjórn núna hvort að þessar skuldir verði afskrifaðar á þessu ári. Því að við fáum þetta aldrei tilbaka. Það hafa önnur sveitarfélög farið í mál gagnvart ríkinu og reynt að innheimta þessar skuldir en ekki unnið þau mál. En það mun ákveðið breyta upphæðum í bæði ársreikningi þessa árs ef að þetta verður niðurstaðan og í áætlun næsta árs, en það breytir svo sem ekki niðurstöðutölum. Og svo er spurningin hvernig hagvöxtur verður. Það er bara með alla þróun á næsta ári. Nú ef við flettum á þetta er ég reyndar hættur að sjá viss kannski helst til illa. Þetta er svona mikið smátt letur þarna, en þarna er þetta er A-hluti, sveitarfélagið skiptist, eða fjármagnssveitarfélagið sem skiptir upp í 2 hluta, A-hluta sem er sá hluti sem er rekinn fyrir skatttekjur að stærstum hluta og framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Við erum eins og mörg minni sveitarfélög afar háð framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga og en þetta A-hlutin er það, B-hlutin er hins vegar á að vera rekinn fyrir þjónustugjöld og aðrar tekjur. Og þarna sjáum við að býtum við, þú ert búin að stærð niður í þú stakkar þetta upp, ok. Sem sagt að niðurstöðutala, rekstrarniðurstaða A-hlutans á næsta ári er gert ráð fyrir hún verði 58 milljónir í plús. Og svo sjáum við þarna stökk á árunni þar á eftir og ég kem að því seinna hvað þar er á ferðinni. Nú síðan er það A- og B-hluti og það er búið að taka saman þennan A-hluta og B-hlutan sem eru þá stofnanirnar eins og Silfurtún, eins og Fasteignafélagið Hvammur, Dala Gisting og fleiri þannig fyrirtæki. Og þegar að þau eru komin inn, fráveitan, vatnsveitan og fleira, þá er rekstrarniðurstaða samsteypunnar 26 milljónir í afgang. Erum við komin yfir þá? Þú ert ennþá að... Ég fann að tala næstu glæru eftir heldur en Kristján. En þarna það er 26 milljónir. Eins og þessi áætlun lítur út núna. Þetta kann kannski að þykja mikið miðað við það að áætlun og útlit mögulega næsta ár, eða þessa árs eru 11 milljónir. En það er þessi óvissa sem að við þurfum að taka tillit til og við getum ekki gengið lengra taldi byggðarráð þegar það samdi þessa tillögu og lagði fyrir sveitarstjórn heldur þetta. Við verðum að hafa ákveðið borð fyrir báru. Nú ef við hérna eru málaflokkarnir og það er alltaf svo gaman þegar maður að skoða svona áætlanir að mínustalan er plústala og plústalan er mínustala. Það er að segja mínustalan þar er afgangur og tekjur eins og þið sjáðu þarna með skatttekjurnar svona 600 milljónir en 673 það var í útkomuspá 695 er áætlunin. En síðan það er rauðleitu tölurnar, kemur þetta ekki alveg vel upp á stjávarpan og síðan eru svo hitt eru plústölurnar. Þannig sjáum við hvernig þetta lítur út að það er rúmlega 26 milljónir sem eru þarna
áætlaðri afgang og þetta eru þessi liðir félagsþjónustan sem að ég á eftir þá nefni ég svona stærstu liðina innan hvers þáttar en ég held að sé kannski ekki ástæða til að vera að lesa upp tölurnar í hverjum þætti en það er náttúrulega bara þarna auðvitað áberandi sem hjá öllum sveitarfélögum að það eru jú fræðslu og uppeldismálin, skólamálin sem eru langstærsti kostnaðarliðurinn hjá sveitarfélögum og svo náttúrulega það að við erum þarna með eins og eignasjóðurinn, það húseignirnar okkar, fasteignirnar og það plús og það kemur svona ákveðið í þegar maður að skoða spána þá þarf maður að hugsa við að kostnaðar færa til dæmis húsaleigu á skólann sem kemur þá sem plús inn í eignasjóðinn en síðan eignasjóðurinn auðvitað að greiða fasteignaskatta og ýmislegt þess háttar. Við flettum yfir á næstu. Þarna þetta stærstu liðirnir í hverju málaflokki og ef við tökum félagsþjónustuna fyrst þá það tveir langstærstu liðirnir, það eru samningur eða þjónusta sem við kaupum af Borgarbyggð vegna félagsþjónustu sem eru 7 milljónir króna áætlaðar og síðan þjónusta við fatlaða 8 milljónir og það líka að stærstum hluta þjónusta sem við kaupum af Borgarbyggð. Heilbrigðismál, það ekki mjög há upphæð, ég man ekki bara svipinn hver hann var en rúmlega 0,5 milljón. Það bara það eina sem í þeim málaflokki hlutur okkar í heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Sú tala á eftir að hækka frá því sem að ég var með þarna áðan vegna þess að við vorum að fá fjárhagsáætlun frá heilbrigðiseftirlitinu og hún það svona heldur hækkun þar meiri heldur en við áttum von á. Fræðslu- og uppeldismálin, leikskólinn 76 milljónir, grunnskólinn 245, skólamötuneyti 10 milljónir og tónlistarskólinn 18 milljónir. Og þessar tölur hér eru sem sagt, þetta eru nettótölurnar, þetta eru tölurnar það búnar að, eins og til dæmis með tónlistarskólann, það búið að reikna inn skólagjöld og þess háttar á móti. Og ef við skoðum aðeins hvað þarna bakvið þá til dæmis 66% af kostnaði grunnskóla launakostnaður, 16% eru skólaakstur og 11% síðan húsnæðiskostnaður. Þetta langstærstu liðirnir og húsnæðiskostnaðurinn eins og ég nefndi áðan, innri færsla. Og það bara líka athyglisvert ef við erum að bera okkur saman við önnur sveitarfélög, menn tala gjarnan það að launakostnaður sem í sem sagði án langstærsti liðurinn og þess vegna mjög erfitt að vera með óvissu í þeim lið. Að hann liggur gjarnan svona í kringum 80%, 80–90% jafnvel og það það sem hann væri ef við verum að bera okkur saman við skóla til dæmis á öðrum annars staðar og tækjum skólaaksturinn út úr, þá það svona nokkurn veginn að við erum í kringum 80%. Síðan varðandi það menningarmálin og stærstu liðirnir þar eins og sjáðu bókasafnið upp á 8 milljónir, byggðasafnið 5. Byggðasafnið hefur verið mjög ötult við alls konar styrkjaumsóknir, þannig að eins og segir þetta nettótalan, þau eru með ýmsar tekjur á móti. Félagsheimilin það eru 37 milljónir sem eru kostnaður, bókfærður kostnaður vegna þeirra í reikningum sveitarfélagsins og þið sjáið þarna Dalabúð þarna 14,5, Árblík 9, Tjarnarlundur 10 og Staðarfell 3. Og Leifsbúð svo 8,5, það rólega bara ekkert annað, nánast eingöngu leigukostnaður þar
Og ef ég tek félagsheimilin, af því að þetta nú ansi há tala sem þarna á ferðinni, og tek sem sagt innri færslu vegna húsnæðismála út, að þá sem sagt það sem að sveitarfélagið að greiða með rekstri félagsheimilanna það bil 7 milljónir á ári ef þessi innri færsla tekin út. En þar reyndar einnig þeirri tölur ekki styrkir, þar að segja þegar að einhver sækir afnot til dæmis hérna á Dalabúð og fær afnot, fær fellt niður það sem það kostar, þá kemur það ekki fram hjá félagsheimilinu vegna þess að það er tekjufært hjá því en það er kostnaðarfært annars staðar. Þannig að það er ekki skýring á þessu. Nú, aðra, ef ég fer þá yfir í æskulýðs- og íþróttamálin, ég gleymdi að nefna að ég hef svona almennt ég miðað við það að telja liði sem eru 2 milljónir eða meira, nema svona það eru einstaka málaflokkar sem eru kannski ekki það háir ef maður vill draga stærstu liðin út úr þeim. En ég vildi samt sem áður í þessum málaflokki draga fram þarna 1 milljón sem merkt ungmennaráði og þetta er tillaga hugmynd sem kom fram mjög snemma á þessu ári þegar var verið að byrja að ræða fjárhagsáætlun næsta árs, að setja þarna inn upphæð sem að unga fólkið, það gæti raunverulega ákveðið, hún er ekki eyrnamerkt neinu nema til unga fólksins, það getur síðan ákveðið að við viljum nýta þessa milljón í þetta eða eitthvað annað. Þannig að það verður þá ungmennaráðsins að gera það. Nú félagsmiðstöðin, það er 2 milljónir á ári, Laugar 35 milljónir, þar verið að gera ráð fyrir að reka sundlaugina með sama hætti og í sumar. Þarna nú man ég ekki alveg skiptinguna en mér minnir að það er 12 eða 14 milljónir sem af þessu kostnaði við Laugar sem útlagður kostnaður, hitt er húsaleiga sem fært yfir í efnahagssjóð. Nú tómstundamál almennt, þjónusta við í kringu það, tómstund íþróttamál 5 milljónir. Sundlaugin í Búðardal hérna úti rekstrarkostnaður henni 4 milljónir á ári og síðan eru styrkir til íþróttafélaga og fleiri þannig félaga 4 milljónir. Brunamál, þar byggðasamlag, greiðslur til byggðasamlagsins sem nýbúið að stofna með Strandabyggð og Reykhólahreppi 12 milljónir og síðan ýmislegt í kringum þó að þetta slökkvistöð, þá þetta kostnaður við slökkviliðið í heild, svona minniháttar búnaður, þar sem búnaður sem ekki telst fjárfesting og laun vegna útkalla, æfinga og allt þess háttar. Það ákveðin breyting sem að verða með þessu byggðasamlagi sem þýðir það að við verðum komin með stjórnendavakt alltaf, það er allan sólarhringinn, alla daga vikunnar og sú vakt þá 2 vikur af hverjum 4 hér í Dalabyggð en 1 viku í Strandabyggð og síðan aðra viku á Reykhólum. Nú hreinlætismálin, það eru sorpmálin sem eins og segi eru mjög, þau eru þar inni, nei þau eru ekki þannig, ég var búin að hoppa fram með það sem sagt í umhverfismálunum ég var að hoppa ég kom með aðra glæru held ég hún var með hjá þér hreinlætismálin, það eru sorpmálin og þarna setti ég inn að sviga sorphreinsunin, hún 7 milljónir króna. Þar að segja að þetta er nettokostnaðurinn, raunkostnaðurinn 15 milljónir, þarna þá komið á móti þau gjöld sem greidd eru. Gámastöðin, þetta nefnilega meira heldur en gámastöðin, inn í þessu eru til dæmis gámarnir sem eru settir
hérna á sumrin, þar sem er hægt að losa sig við járn og timbur, eru inn í þessum kostnaði líka. Hún er að kosta okkur nettó 19 milljónir en 23 milljónir ef ekki væri tekjur. Og síðan eyðing og urðun sorps eru 3 milljónir þegar búið er að reikna tekjur á móti. Skipulags- og byggingamál, það er tæknideildin 5 milljónir. Hún er hins vegar að fá töluvert mikla tekjur, reyndar margar af því eru innri færslur frá öðrum deildum. Skipulags- og byggingamálin eru 12 milljónir en þar eru það vil 8 milljónir koma í tekjur á móti. Þarna erum við sem komin með fast fyrirkomulag með skipulagsfulltrúa hérna sem við deilum með 4 öðrum sveitarfélögum sem hefur aðsetur hér og síðan byggingafulltrúa sem hefur aðsetur á Hólmavík en þjónar okkur. Fjósar, það er gert ráð þau fara þarna undir skipulags- og byggingamál, veit ekki alveg af hverju en þeir eru þarna. Það er sem sagt 3 milljónir króna sem gert ráð fyrir sig tekjur á þeim lið. Þetta er sem sagt útleiga á túnum, geymslu og þess aftar. Og það var sem sveitarstjórn setti nýja gjaldskrá þetta á síðasta fundi sínum sem er sem sagt að koma inn á næsta ári og endanlega fer hún í gildi á næsta haust, þannig það er hækkun á tekjum úr því. Og síðan er að fara í gang vinna við endurskoðun aðalskipulags sem að mun kosta 8 milljónir á næsta ári en við fáum helmingin á móti frá Skipulagsstofnun. Að minnsta kosti vonandi meira en allavega helming. Og við förum svo yfir í hérna næstu, það eru sem sagt umferðar- og samgöngumál. Það eru stærstu liðirnir viðhald gatna upp á 4 milljónir, götulýsing upp á 2 milljónir og við erum sem sagt að taka yfir götulýsingu frá Rarik en með því reynda lækkar kostnaðurinn með því að við tökum hana yfir. Þannig að viðhaldskostnaðurinn sem sagt Rarik hefur rukkað viðhaldskostnað með því að rukka ákveðið gjald á hverja kílóvattstund sem við erum að kaupa að þeim. En það er umverulega hærra heldur en raunverulegu viðhaldskostnaður sem að nú og svo sjáum við náttúrulega fram á að geta farið út í meira LED-lýsingu og þess aftar. Og síðan eru snjómokstur upp á 4 milljónir og við erum að reyna að vera raunhæf í þeirri tölu og langstærstu hlutin af snjómoksturskostnaði þessi svokallaði helmingamokstuskostnaður á móti vegagerðinni. Nú atvinnumálin, þar er upplýsingamiðstöðin upp á 2 milljónir. Þetta þótt heiti upplýsingamiðstöð, þá þetta raunverulega bara fjármagn til kynningarmála. Þetta ekki einhver desk sem að verður einhvers staðar staðsett. Fjallskilin upp á 2 milljónir, fjárgirðingar og viðhald á þeim upp á 3, Skarðsstöð, rekstur þar 3 milljónir og svo ferða- og atvinnumál 8 milljónir og þarna sem gert ráð fyrir því að það verði ráðinn sem verkefnisstjóri sem að verði hafi með að gera ferðamál, atvinnumál, upplýsingamál og menningamál og verði þá í fullu starfi í því verkefni. Nú síðan það sem heitir sameiginlegur kostnaður, það sem sagt kostnaður við sveitarstjórnarskrifstofuna og fleiri þess háttar. Þar það sem bókfært á sveitarstjórn eru 16 milljónir og þar ýmis ráðgjafakostnaður inni meðal annars. Nú endurskoðun að kosta okkur 7 milljónir á ári. Skrifstofan 59 milljónir á ári og bara svona svo ég sé fari aðeins í saman við það eins og annað þá eru stærstu hlutarnir af því launakostnaður sem 72% af þessum kostnaði á skrifstofuna og húsnæði 11%. Lífeyrisskuldbindingar 9 milljónir. Þetta sem sagt við erum höfum bara ákveðnar skuldbindingar vegna fyrrverandi starfsmanna og síðan verið að greiða inn í brú lífeyrissjóð og fá samkomulagi sem var gert þar fyrir 2 árum. Eignasjóður verður með tekjur upp á 69 milljónir, Vatnsveitan verður með aðgang upp á 11 milljónir og ég veit til að það að lækka gjaldið til hennar miðað við það sem hefur undanfarin ár. Félagslegt húsnæði upp á 2
og fráveitan, þar verður afgangur upp á 4 milljónir. Það er hins vegar eins og kemur fram hér á eftir umtalsverðar fjárfestingar þar og þó að þetta sé reksturinn frá fráveitunni skili þessum afgangi og síðan er stærsti kostnaðarliðurinn þar er tæming og rotþróa upp á 5 milljónir. Og svo eru Dalaveitur sem að eru kostnaðurinn þar er fyrst og fremst fjárfestingarkostnaður en þar er semst fjármagnsgjöld upp á 4 milljónir áætlaðar og skrifstofu og stjórnunarkostnaður upp á 3. Dalaveitur eru orðnar skuldsettar og verða meira skuldsettar þegar að yfir lýkur en framkvæmdir eiga nú samt að klárast að stærstu hluta vonandi í ár eða allavega næsta ári. Nú flettum yfir á næstu. Þetta er Silfurtún og ég vildi bara sýna, við erum ekki með tölurnar í ár þarna inni. Þetta er glæra sem ég fór með á fund heilbrigðisráðherra núna síðastliðið vor og það sjáið þið sem sagt að bláa súlan er rekstrarhalli á Silfurtúni á hverju ári og þetta er svona í kringum 30 milljónir. Hann verður reyndar lægri í ár af því við fengum sérstakan styrk sem að lítil hjúkrunarheimili fengu og þannig að það svona slær aðeins á. En þarna sjáið þið hvernig skiptingin er. Bláa súlan er sem sagt heildar rekstrarhallinn á ári og síðan er svo appelsínugula hjá mér, brúna þarna upp á tjaldi. Það er sem sagt fjármagnskostnaðurinn sem er sem sagt reiknaður fjármagnskostnaður vegna skuldar sem hefur verið að safnast upp hjá Silfurtúni við aðalsjóð og síðan er gráa súlan er svo sem sagt það sem að við getum sagt það sem er að fara út fjármagn út sem sagt greitt með rekstrinum og það hefur verið svona í kringum helminginn og verði þessi breyting gerð þar að segja sem að fjármagnskostnaðurinn verði strikaður út að þá verður þetta sem sagt halli upp á einhverjar 15 milljónir á ári og það er sjálfsögðu erum við ekki að sjá fram á neina breytingu endilega á því. Nú síðast það fjárfestingarnar og já, ég gleymdi að nefna það því að hann séð það á fyrstu glærunum að fjárhagsáætlun er alltaf gerð til 4 ára og það er semst áætlun næsta árs, hún er skuldbindandi. Það segir að það er ekki heimilt að víkja út frá henni nema séu gerðar sérstakar samþykktir það í sveitarstjórn og þegar þær eru gerðar þá verður það að tryggja ef það er aukinn kostnaður að komi tekjur á móti til dæmis. En síðan er sem sagt áætlað fyrir næstu 3 ár þar á eftir og þá er það svona meira stefnumótandi, það er sem sagt ekki búið að festa það jafn mikið niður. Og þarna eru sem sagt helst þessar upphæðir, ég vil reynda að taka það fram að núna milli umræðna þá á heildar upphæðin sem er áætluð í fjárfestingar, hún á ekki eftir að breytast. En það verður hins vegar, mun verða einhver tilfærsla. Það eru þarna ákveðnir liðir sem í áætlunarvinnunni sem voru ekki, sem er ofaáætlað á ákveðna hluti og það sem en vanáætlaðar, en heildin verður svo sama. Og þarna sjáum við semst leikskólinn og grunnskólinn eru samtals 14 milljónir, það er sama upphæð og var áætlað á þessu ári. Leifsbúð 5 milljónir og þarna er markmiðið það að Vínlandssetrið komist í gagnið og þetta er þá það sem að sveitarfélagið mögulega þarf sjálft að leggja til. En heildarkostnaðurinn við þessar framkvæmdir og breytingar á leifsbúð er 140 milljónir og ég er að vona að við þurfum ekki að leggja til þessar 5 milljónir en allt annað hefur fengist eða gerum okkur vonir að muni fást með styrkjum. Við erum í dag búin að fá styrki upp á 98 milljónir og vantar sem sagt cirka, já, þetta 40 milljónir í viðbót en
Við höfum góða vonir, erum til dæmis með umsókn upp á 25 milljónir núna í kringum fjárlög. Vonandi kemur eitthvað á móti því allavega. Nú síðan eru, sem hefur ekki verið í svolítinn tíma, settar upphæðir í svona bara minni háttar viðhald á félagsheimilunum og ég vek athygli til þess að Staðarfelli, þar tiltölulega lág upphæð, það liggur fyrir að það þarf að fara í töluvert viðhald á því húsi þegar frá líður og verið að horfa til þess aðeins seinna. Dalabúð með hæstu upphæðina en stærsti hlutin af því að það stendur til að breyta hér, það þarf að gera hérna aðgengi fyrir hreyfihamlaða sem kemur á að sundlauginni og sömuleiðis að nýta plássið sem hérna undir sviðinu og þá þarf að búa til neyðarútgang og fleira þess háttar og það á að laga hérna fram í stólageymslu og ýmislegt sem að var setta og var óskað eftir á síðasta ári en var skorið niður í fjárfestingaráætlun þá. Nú síðan svona, við sjáum svona nýbreytni þarna, það semst íþróttamiðstöð í Búðardal, þar er áætlað 2 milljónir á næsta ári, en síðan 200 milljónir á ári næstu 3 árin þar á eftir. Og þetta náttúrulega svona ákveðin stefnumörkun og eins og segið það ekki hvernig þetta nákvæmlega lítur út svo á eftir að koma í ljós, en þessar 2 milljónir á næsta ára og sem sagt að nota í undirbúning, hönnun og þess háttar og síðan verða svo að meta hvernig framkvæmdirnar standa í, en við erum semst búin að allavega í áætlun lánsfé og rekstrarafgang þess þar búið að reikna inn hvernig þessi fjárfesting og skuldalega ræður sveitarfélagið við þetta vegna þess að við erum að klára að greiða upp lán núna sem sagt 22, 23 og 4 þannig að greiðslubyrðin eykst en hún eykst kannski ekki eins og maður hefði haldið svona við fyrstu sýn. Og svo er náttúrulega annað í þessu líka sem ég ætla að fá aðeins að bara nefna í framhjáhlaupi að það er mikil umræða sameiningu sveitarfélaga og einhverra hluta vegna eru þær tillögur sem á borðinu núna sameiningu sveitarfélaga þannig að þau sveitarfélagi sem skulda mikið, þau fá semst mikla meðgjöf en þau sveitarfélagi sem skulda lítið, kannski meðal annars vegna þess að það eru ýmsir innviðir sem að þarf að fara í, þau eru ekki að fá neitt mikla meðgjöf verði af sameiningu þannig að hluta til náttúrulega líka bara vera að spila með þarna. Slökkvistöðin er svona smávægilegt viðhald, það er að gera ákveðna hluti í húsinu Múshelda og svona. Byggðasamlagið, þetta stofnfé á næsta ári. Deiluskipulagið, það hluta til vegna þessara hugmynda að íþróttamiðstöð en líka okkur vantar iðnaðarlóðir og það þarf að deiluskipuleggja iðnaðarlóðir. Það eru iðnaðarlóðir samkvæmt aðalskipulagi hérna út með Vesturbrautinni en það eru engar lóðir til svona semst þannig að ef ykkur kemur og vill fá iðnaðarlóð þá eigum við bara eina lóð og hún er ennþá full af drasli. Nú, götur, framkvæmdir við götur eru 5 milljónir. Það verður byrjað á því á þessu ári en það á að koma viðbótar lóðir sem ég heldur verið mjög áhugaverðar við Lækjarhvamm þar fyrir neðan. Og svo spurning ef verður haldið áfram að byggja þá þurfum við meiri götur. Við ætlum að setja 4 milljónir í gangstéttir, endurnýjun og viðhald á næstu 2 árum. Og svo er það sorphirðan, hún á eftir að kosta okkur þetta, er óvissa hver fjárfestingi verður þar. Réttir milljón, það voru ýmsar beiðnir lagfæringar og viðgerðir sem var ekki hægt að verða við á þessu ári sem verður vonandi eitthvað hægt að sinna á næsta ári. En við vitum alveg að það eru réttir sem eru komnar á tíma, þannig að það getur verið tölur fjárfesting framöndan þarna. Tjaldsvæði í Búðardal, milljón, það þarf að drena það. Við vorum heppin í sumar, það var svo þurrt, en ef að sumar hefði verið eins og sumarið 2018 þá hefði ég ekki boðið í það með umferðinni sem er það núna. Nú, stjórnsýsluhúsið, klára ýmislegt viðhald þar, það er töluvert vinna þar við að það vera að setja lyftu og fleira.
áhaldahúsið, þetta búnaður fyrst og fremst, laugar. Við erum með 5 milljónir þarna sem þetta mun kalla á ef að við verðum með starfsemi þarna áfram. Silfurtún 12 milljónir, stærstu hlutinn þarna að það þarf að skipta þak á allavega helmingum af húsinu. Leiguíbúðir 3 við fráveitan, það okkar stóra verkefni. Það eru 16,5 milljónir á næsta ári, 35 milljónir á árinu 2021 og sem sagt þarna verið, þetta eflaust verið fjallað þetta áður, sameina útrásina í eina og setja upp hreinsistöð. Og síðan Dalaveitur sem segir klárast á næsta ári og svo vatnsveita sem þetta fyrst og næst vatnsveita á Laugum á næsta ári. Og nú fékk ég hérna miða frá fundarstjóri að vera kominn tími á mig og það bara passa, þetta var síðasta glæran. Þannig að ég hef bara... Já, það var flott. Gæti ekki verið á betri tíma. Takk fyrir þetta, Kristján. Þá bara opnum við fyrirspurnir. Ég bara bið fólk að vera knappt og skýrt í sínu fyrirspurnum og ætla að biðja alla að kynna sig. Ég ætla að taka hérna 3 svona til að byrja með. Þannig að bara orðið laust og bara ekki allir í einu. Einhver sem þorir að byrja. Þetta var kannski bara nógu skýrt, Kristján. Það kannski bara... Jú, Skúli, gjörðu svo vel. Fundarstjóri og getu gestir. Það kannski best að ég byrji bara til þess að fá kannski meiri umræður í salinn. Kristján var að tala félagsheimilin hérna áðan. Ég ætla bara að kasta því fram hvort að við hefum ekki bara að selja félagsheimilin. Þá kannski smá umræðu það. Því að ég þarf að taka aðra umræðu í fjárhagsáætlun í byggðarráði og stjórna því. Félagsheimilin, ég held að þau séu miklu betur rekin undir verndarvæng einhverja einstaklinga eða félagasamtaka. Þá ekki verið að koma að biðja sveitarfélag allavega styrk. Þá þarf að díla við þann sem rekur þau. Ég held að þetta sé bara eitthvað sem við ættum að skoða og væri gaman að fá smá umræðum. Takk. Já. Vilja einhverju koma með fleiri spurningar eða bara bregðast kannski strax við þessari hugmynd frá Skúla? Ef menn eitthvað rægir. Vilt þú koma upp, Gulli? Ég held að það væri búið að reyna það með Árborg. Við vildum leigja það að kaupa það. Það lokaðist bara inni. Það sagði ykkur maður hérna á svæðinu að við höfum farið vitlaust að, við fórum í gegnum fulltrúan síðar sem var í gangi og það virtust lokast hurðir allar þar. Það var eflaust önnur félagsheimili til leigu eða sölu. Það er kannski sama hver ég veit það ekki. Það er allavega mitt orð. Ef ég skildi það rétt sem þú varst að segja, Gulli, þá þú hafðir svona efasemdir það að það væri einhver vilji fyrir því að selja, það ekki? Eða leigja, já. Já, það var inntækið í spurningunni. Eða pælingunni. Já. Ef það ekkert meira, þá bara loka ég þessu fyrir... Já, gjörðu svo vel, nota tímann. Kannski svari bara Gulla aðeins. Ég myndi miklu frekar treysta á honum til að reka þetta heldur en allavega mér. Ég í sveitarstjórn og þar við bundin á alls konar lögum og reglum.
Ég er viss að hann ræki þetta miklu betur heldur en ég. Og hann hefði miklu frjálsari hendur til að gera það sem þarf að gera. Og það er markaðssetja til dæmis þessi félagsheimili miklu betur. Þannig að, Gulli, komdu bara með tilboð. Takk. Heyrðu, þá ætlum við að fara í næsta lið sem er Stefán, ætlar að koma og kynna sorpmál. Gjörðu svo vel. Hvernig þetta tengingin, ekki HDMI-tenging? Það er spurning hvort ég fá ekki bara að stinga mig út. Við erum með þetta bara í borðinu. Ég líka fætt kuppi, já. Þá er að gera, ég veit ekki hvað. Víxla þessi í flýtinum. Þið fáið ykkur bara kaffi eftir þörfum. Þannig að bara gjörið þið svo vel. Það má bara hvenær sem er standa upp og fá sér kaffi. Þess vegna flett þessu bara á fjarlægð. Ef ég get hérna... Já. Það er kannski ágætt fyrirkomulag. Þú sér þetta hjá mér, er það ekki líka sko? Ég fletti bara hér og þú flettir bara það ekki. Komið þið sæl og takk fyrir að bjóða mér að koma að spjalla hérna við ykkur úrgangsmál sem hafa lengi verið mikið áhugamál hjá mér og reyndar lengi verið svona hluta af vinnunni minni. Búið að vera þannig í eitthvað rúmlega 30 ár. Síðan ég byrjaði ungur á aldri sem sveitarstjóri á Hólmavík. Ég var 28 ára, veit ekki alveg hvað svona barn var að gera í þá stöðu. Á þeim tíma þá var 28 ára fólk fullorðið, nú er þetta börn sko, það er svo margt breyst. En hvað það? Ég sem sagt vinn núna í Borgarnesi eins og kannski vitið mörg og svona hef atvinna því að ráðleggja hinum að þessum hitt og þetta sem tengist umhverfismálum. Úrgangsmál eru fyrirferðarmikil í því en við erum líka, ég og samstarfskonur mínar sem eru 2, önnur staðsett í Reykjavík og hinn í Kaupmannahöfn, við erum líka mikið í því að reikna kolefnisspor sem er mjög vinsælt viðfangsefni og svo eitt og annað sem svona flýtur með. En það sem ég ætla svona aðeins að velta vöngum yfir og segja frá er það sem við vitum að er framundan í úrgangsmálum og það er eitthvað sem kemur svo sem að utan og ofan og við fáum ekki miklu ráðið hvort sem við erum ég og samstarfsfólk mitt eða íbúar í Dalabyggð eða einhvers staðar annars staðar. En ég held samt að þessar breytingar sem eru í farvatninu verði öllum til góðs þegar upp er staðið því að þetta snýst loksins kannski það að bæta nýtingu auðlinda. Af því að
allt sem við hendum eru auðlindir, nánast allt sem við hendum er eitthvað sem við höfum einhvern tíma keypt fyrir peninga, höfum mistekist að nýta betur. Þannig það upp staðið, þegar breytingarnar eru gargengnar, þá eigum við í raun og veru að vera búin að bæta afkomu okkar, allavega sum. Ég ætla að byrja að tala aðeins þróun úrgangsförgunar, svona aðeins söguna og svo svolítið þessa breyttu áherslu sem við erum að sigla inn í og aðeins svo nánar hvaða áherslur þetta eru, hvaða ákvæði að koma inn í lög og þess háttar, aðeins að velta upp hvað verður einstaka úrgangsflokka í framhaldinu og hvað svo brýnast að gera. Þessi mynd af þessum börnum sem reyndar orðin gömul, þetta eru að 67% af þessum börnum eru börnin mín og af einhverjum ástæðum og hvernig þetta gerðist, þá eru þau núna þessi 2 komin á fertugsaldurinn. En myndin í sjálfu gerir alveg sama gagn. Ég nota þessa mynd mikið til þess að minna á að alltaf þegar við tala umhverfismál, þá erum við svo sem ekki endilega að tala einhverja reglugerðir og einhverja dillur í mönnum í Brussel eða Reykjavík, heldur miklu frekar það hvernig við getum búið í haginn fyrir kynslóðirnar sem koma eftir okkur. Við, þar að segja mín kynslóð og kannski svona fólki sem hefur stjórnað heiminum svona síðustu árin, það svona fólk á milli 30 og 70. Það hefur gengið frekar illa auðlindir jarðar og börnin sem eru kannski ekki þessi börn heldur hugsanlega einni kynslóð yngri, þau geta átt eftir að súpa seyðið af því hvernig við höfum hagað okkur. Þetta bara eitthvað fyrirtæki mitt, ég ætla ekkert að staldra við það. Ég var búinn að segja það, þetta svona 3 manna fyrirtæki. Ég enda stundum spurður svona, já, þú ert með svona fyrirtæki bara sjálfur? Ég segi, já, það. Er þetta stórt? Nei, þetta ekki stórt. Ég með höfuðstöður í Borgarnesi og svo ég með skrifstofur í Reykjavík og Kaupmannahöfn. Þá finnst fólki það náttúrulega mjög stórt, bara útstöðar út allan heim. En sem sagt, það er 1 starfsmaður í hverri stöð og bara 1 aðeins með fullu starfi reyndar, og það er ég, reyndar svona rúmlega fullu. Þetta er sem sagt ekki mjög stórt, en þetta hefur allavega lifað núna í bráðum 20 ár. Stundum lifað vel og stundum ekki alveg eins vel, en þetta hefur allavega gengið. Þetta er svolítið formúlan sem við vinnum eftir í úrgangsmálum, úrgangsþríhyrningurinn, sem er eiginlega svona forskrift af því hvar við eigum að byrja. Við eigum alltaf að byrja því að koma í veg fyrir að úrgangur myndist. Það eru það sem núna eru kallað úrgangsforvarnir. Nýta betur og hendi ekki neinu fyrir en að það er svona fullreynt að það verði ekki notað meira í óbreyttri mynd. Nú þegar ekkert verður hjá því komist að þetta verða úrgangi, þá skiptir mestu máli að reyna að undirbúa það fyrir endurnotkun eða endurvinna það. Og ef það tekst ekki, þá er hægt að endurnýta það, sem er það í flestum tilvikum brennsla með orkunýtingu, sem þannig að nýtist allavega orkan sem að leynist í úrganginum. Og síðasti valkostur er förgun, sem er þá í okkar tilviki urðun, en gæti verið brennsla án orkunýtingar. Þessi þríhyrningur eða þessi forgangsröðun er í raun og veru skrifuð inn í regluverk Evrópusambandsins og líka inn í íslenskt regluverk og hefur verið það síðan 2013. Það er í raun og veru lögbundið að maður er alltaf að byrja ofanfrá þessum þríhyrningi að leita bestu leiðunum. Og það sem er orðið núna mjög mikilvægt sem að menn vissu kannski ekki áður, að það er það að losun gróðurhúsalofttegunda frá meðhöndlun úrgangs, hún eykst eftir því sem neðar dregur í þríhyrningnum og er mest þegar úrgangur er urðaður. Og núna er staðan þannig að það bil 5% af losun Íslands er vegna úrgangs. Það er að segja 5% af þeirri losun sem venjulega er talað það er að segja losun þegar losun frá landi er undanskilin. Það er dálítið í þessu samhengi talað flutning á milli landa, ég ætla bara að nefna það hérna, ég nefni það kannski ekkert aftur og eftir, að það sé mjög óumhverfisvænt að flytja úrgang á milli landa, en þegar af heildinni litið þá skiptir flutningurinn eiginlega engu máli í umhverfislegu tilliti. Ekki flutningur á milli landshluta og ekki flutningur á milli landa, þar að segja ef að flutningur verður til þess að úrgangur kemst í umhverfisvænni meðhöndlun, að þá skiptir flutningurinn sáralitlu máli í heildardæminu. Kannski kem ég nánar því eftir, kannski ekki. Þetta er sagan. Ég var einhvern veginn að rifja upp, af því ég stundum haldið fyrirlestur plast, að þegar ég fæddist þá var ekki til neitt plast. Nánast ekki, því ég man fyrst eftir mér svona árunum upp á 1960 og ég var að reyna að rifja upp hvað var til úr plasti heima. Það var bara ekki neitt. Það var ein rauð bytta sem að mamma hleypti skyrið í.
og eftir á að hyggja það voru til 2 útvarpstæki sem voru einhvers konar fornfálegur plasti. En lítið annað. Svo fór þetta að gerast upp úr 1960 og nú er allt fullt af plasti og með plastinu kom líka meiri úrgangur. En á sama hátt var ekki til neitt plast, en nánast ekki þá var ekki til neitt úrgangur. Það var mjög lítið sem féll til. Það litla sem féll til, það fór bara út í gil eins og það hétt heima. Ég var bara hent í gilbakkann og menn voru ekkert að gera sér ell út af því, það var kannski ekkert mjög fínt. Sumir þótti fínna að fara með út í skurð, eitthvað skurðenda og þegar var komin dálítill haugur þá var kveikt í honum. Svo einhvern tímann svona líklega 1980 þá var orðið algengt að menn svona ættu einhverja gamla ryðgaða olíutunnu einhvers staðar á bak við hús og settu þetta bara í hana og kveikti í því. Gerðu kannski gata á hana neðst til að trekkti betur. Svo var að gera þetta á sveitarfélagagrunni, svona ég veit ekki alveg hvenær, fyrir 1990. Ég man eftir því framfaraskrefi til dæmis á Hólmavík í minni sveitarstjóratíð að þar var keypt svona stórt síló þar sem öllu var brennt. Og einhvern tímann eftir 1990 fundum við upp díoxínið. Og þá áttum eins og því að það getur verið mjög heilsuskaðlegt að brenna úrgangi við opin eld. Þá var að finna aðra leiðir og þá fóru að spretta upp litlir urðunarstaðir hér og þar. Auðvitað gerist þetta misrætt. Hér var urðunarstaður bara hérna í útjaðri þorpsins og eflaust líka í öðrum sveitum. Ég þekki það ekki eins vel. Nú eru Dalir margar sveitir og það tíðkast ekki á árunum eftir 1990 menn var að keyra með þetta langar leiðir. Við fundum bara einhverja leið. Síðan hefur orðið svona samþjöppun. Það er meira og meiri kröfur náttúrulega bara líka mjög vaxandi úrgangsmagn og líka meira og meiri kröfur að halda mengun í lágmarki. Og svona einhvern tímann á tímapunktinum einhvern tímann á þessum tíma þá var farið að keyra úrgang úr Dölum til urðunar í Fíflholtum. Sá staður var opnaður 1999. Ég ekki alveg með það í kollinum hvenær var farið að keyra frá Dölum þangað, kannski bara fljótlega eftir það. Ég man það ekki, ég veit það ekki. Það vitið þið kannski betur. Og þá var urðunarstaðinu hérna lokað einhvers staðar á þeim tímapunkti eða einhvers staðar í því ferli. Og núna er engin urðun hér eins og þið þekkið, nema þá allavega hérna á þessu svæði í kringum Búðardal náttúrulega þar vísu staður upp í Laxárdal fyrir óvirkan úrgang sem er reynda mjög lítill staður og er bara fyrir úrgang eins og steypubrot, gler, postulín. Þannig að það er svona bara það sem er nánast steinefni og hefur engin áhrif á umhverfið og breytist ekki eftir að því er hent. Þannig að staðan í dag er þannig, svona almennur úrgangur, grófur úrgangur, dýrahræ, þetta er keyrt í Fíflholt, óvirkur úrgangur Urðaár á Krossholti í landi Höskuldsstaða og það kann að vera þessi víðar í Dalabyggð, ég þekki það ekki alveg en allavega þá er það einhverjum svona jarðvegstippar sem ekki eru skráðir sem úrgangsstaðir. Endurvinnulegum úrgangi væntanlega safnað eftir föngum og honum kom í endurvinnslu með aðstoð úrgangsverktaka. En framundan eru semst miklar breytingar á þessu og þær eru svolítið tilkomna náttúrulega vegna þess að fólk er átt að sé betur og betur á því að úrgangur er auðlind og það er ekki gott að kasta auðlindum á glæ af því að þær ganga til þurrðar. Og þetta endurspeglast í áherslum Evrópusambandsins í svona því sem kallað hringrásarhagkerfið eða hringrásarhagkerfispakkinn sem var eitthvað sem er búið að vera að vinna að og skilgreina síðan 2012 cirka. Og núna það nýjasta á Íslandi er það annars vegar að Íslandi ber að innleiða regluverks Evrópusambandsins sem spratt upp úr þessum hringrásarhagkerfispakka og hins vegar að þá er umhverfisráðherra búin að kynna drög að stefnu Íslands í úrgangsmálum sem í sumum tilvikum gengur reynda lengra heldur en pakkinn. Aðeins þetta hringrásarhagkerfi án þess að ég ætla að staldra neitt við það, en það gengur bara í stuttumáli út á það að menn fara að reyna að líkja eftir hringrásum í náttúrunni þannig að það verði aldrei til úrgangur, heldur nýtist allt efni aftur og aftur og aftur og fari helst aldrei út úr hringrásinni. Allavega það verði leita allra leiða til að koma í veg fyrir það. Og í þessu, þetta er svona viss hugmyndafræði í raun og veru þar sem lögð áhersla á góða nýtingu, það er lögð áhersla á að gera við hluti í staðinn fyrir að henda þeim, koma hlutum í not. Og í raun og veru erum við komið þá nokkuð langt að staði þessu sem við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir, eins og bara breyst mjög mikið á svona 10-15 árum í kaupum og sölum og notuðum varningi, meðan sem tilkomur samfélagsmiðla, það er allir að kaupa og selja allt mögulegt á Facebook, bæði á formlegan og óformlegan hátt. Þannig að við erum alveg komin áleiðis. 2018 var samþykktur sérstakur aðgerðapakki í Evrópusambandinu. Þetta miðar alltaf því að hverfa frá því sem mætti kalla einstefnu neyslumynstur. Það sem að maður fær bara hráefni inn og svo býr maður til eitthvað úr því, maður notar eitthvað, kannski ekki mjög lengi og svo hendir maður því bara. Þá er það orðið úrgangi og maður bara tekur í nýtt hráefni og svo kolla. Þetta bara keyrir hérna í gegn
og það haugast upp hérna úrgangur öðrum megin og maður er alltaf að grafa dýpra og dýpra hérna eftir einhverjum auðlindum til þess að búa til draslið sitt úr, ef ég má orða það þannig. En semst tilhneigingin eða viðleitnin í þessari hugsun allri að reyna að koma þessu í einhverja hringrás þannig að maður nýti allt sem best og það veri til sem minnstur úrgangur. Þess vegna sorpförgun sér enga framtíð. Þetta er nú úr einhverjum gömlum fyrirlestri. Ég sló þessu einhvern tímann fram að því ég var beðinn að halda fyrirlestur á einhverjum umhverfisdegi Samtaka atvinnulífsins framtíð sorpförgunar og ég setti bara fram eina glæru og þóttist ætla að láta það duga. Það var bara fyrsta glæran. Sorpförgun á sér enga framtíð. Vegna það er það sem við erum að gera. Við erum að hverfa frá því að farga einhverju. Vegna þetta eru auðlindir sem við megum ekki missa. Við þurfum bara að finna leiðir til að nýta þær betur. Ég lét reyndar ekki þarf við sitja í þessum tiltekna fyrirlestri því að ég hef gaman að því að halda fyrirlestra að búa til fullt af glærum og tala mjög lengi. En í stuttu máli þá erum við bara að reyna að bakka út úr þessu. Við erum að reyna að grafa í jörðu, hætta að grafa í jörðu eitthvað efni sem að verður þar í 1000 ár. Þið hefur kannski séð hérna myndband sem að er eitthvað að flækjast á samfélagsmiðlum þar sem verður að grafa í gamla hauga og það sem var grafið þar fyrir 50 árum kemur óskemmt upp. Þetta er miklu verra en maður heldur, sko. Það var reynda gert einhvern tímann þegar ég var á Hólmavík þá þurftum við að fara eitthvað út í Skeljavík sem að þessum tilþekja, þetta er rétt fyrir utan Hólmavík þar sem eru svona áreyrar. Þar hafði verið urðaður sláturúrgangur svona í lok seinna stríðs. Það var að grafa eitthvað holu. Þetta er svona 1990, sko. Þá kom bara þar upp vambir eftir 45 ár. Maður hélt að það væri allt horfið, sko. Það var bara alveg rétt, já, við urðum hérna einu sem sláturúrgang. Þetta er bara áreyri, það gerist ekkert þarna, þetta er bara kalt, það er lítið niðurbrot. Og ef að vambir brotningi niður á 45 árum, hvað ætli sé þá allt hitt? Þetta var svona út úr. Í framhaldi af þessum hringrás- og hagkerfispakka er búið að samþykkja fullt af nýjum tilskipunum. Ég ætla ekki að vera þreyta ykkur með því, en það þekki þær bara svona hæfilega vel. Ég hef ekki tíma til að lesa tilskipanir allan daginn, en maður reynir svona aðeins að fylgjast með og hlaupa yfir þetta á hundavaði. Eitthvað af því sem stendur í þessum tilskipunum, sem að Ísland sem sagt þarf að innleiða og mun innleiða, það er bara verið að vinna að því. Eitthvað af því sem stendur í þeim eru nýjar kröfur sérsöfnun, sem sagt að til dæmis pappír, málmum, plasti og gleri sé safnað sérstaklega, sem þar sem það fellur til, sé ekki safnað með einhverju öðru og aðskilið eftir á, og ekki safnað með einhverju öðru og sett allt í sama hauginn. Við erum svona komin eitthvað áleiðis í sumu, ekki öðru, og þegar ég segi við, þá getur það hvort sem átt við Ísland eða Dalabyggð. Það þarf að safna matarleifum og reyndar lífrænum úrgangi almennt, sérstaklega í síðasta lagi 2023. Sveitarfélög komum mislangt í því. Það þarf að vera aðstætt að safna textíl sérstaklega, sem öllu fataefni og spilliefni sem er svo sem nýtt, en við höfum svo sem stað okkur sæmilega í því, held ég, á Íslandi. Svo eru þarna í þessum nýju reglum kröfur endurvinnslu hlutföll. Þetta er þá kröfur sem löndin, sveitarfélögin þurfa að uppfylla, snerta kannski ekki íbúana mikið beint, en við og menn land í land með margt af þessu. Ég held að ég nefni það eitthvað aftur og eftir. Og semst þetta eru svona almenna kröfur hversu hátt hlutfall heimilisúrgangi verður að fara í endurvinnslu, og svo eru líka settar tiltekna kröfur fyrir einstaka úrgangsflokka eins og pappír, plast, málma og svo framvegis. Árið 2035 á bara urða 10% af þeim heimilisúrgangi sem til fellur. Núna erum við sjálfsagt einhvers staðar á bilinu svona 40–60%. Og svo er í stefnu ráðherra sem er, þetta er hlutastefnu ráðherra og þetta er reyndar komið fram í frumvarpi fjármálaráðherra til breytinga á ýmsum lögum í tengslum við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2020, sem er bara í umfjöllun þinginu núna. Það var gert ráð fyrir að leggist skattur á alla urðun. 7,50 krónur á kílóið frá og með næstu áramótum og 15 krónur á kílóið frá og með þar næstu áramótum. Ég veit ekki alveg hvort þetta fer í gegn með þingi, þá eftir að koma í ljós. Sveitarfélög hafa verið mikið á móti þessu, allavega flest. Sambandið hefur beitt sér gegn þessu. En ef að þetta leggst á, þá þýðir það að kostnaður við urðun á Vesturlandi, þar að segja, tvöfaldast eða þrefaldast, því að núna er gjaldið í fíflóttum 8 krónur á kílóið. Og ef að bæta 7,50 við, þá breytir það forsendum mjög verulega. Og þetta bæði skapar tækifæri, þarna verður til hvati, það verður ódýrara að fara aðra leiðir heldur en að fara þessa leið. En þetta skapar auðvitað líka vandamál. Vegna þess að þetta óhjákvæmilega hækkar kostnað málaflokksins á meðan menn draga ekki verulegur urðun.
Hins vegar hef ég sagt mönnum að þið geta alveg verið rólegir yfir þessu vegna þess að það þarf enginn að borga urðunarskatt nema sá sem urðar úrganginn. Þeir sem að koma úrgangi aðra leiðir, þeir þurfa ekki að borga þetta. En það er náttúrulega ekki alveg eitthvað sem að breytir einu degi. Ég ætla að fara aðeins að hundavaði yfir þessi endurvinnslu markmið sem eru sett fram í þessum nýju regluverkum. Markmiðið fyrir pappír og papp er til dæmis 85% 2030. Við erum alveg svona nokkurn veginn með það. Við erum Ísland allavega í heild stendur svolítið sæmilega í pappír og pappa og sæmilega í málmum. Aðeins verri í plasti. Það eru erfiðleikar með plasti, það er erfitt að koma plast í endurvinnslu, það þarf að vera mjög hreint. Annars endar það bara í brennslu sem er svo sem ekki slæmt. Það er miklu betra að plast er flutt til útlanda og brennt þar og búin til úr því orka heldur en þessi keyrt í fíflholt og fjúkið þar út mjöl og móa og sé svo urðað. Og ef að vambir geymast í jarðvegi í 45 ár, hvað haldið þá að plast geymist lengi í jarðvegi? Við erum sennilega að tala um 1000 ár pluss. Allt er ennþá nóg pláss í fíflholtum. Það er allavega, mér er sagt svo, það er nóg pláss þar. En ég segi já, ef það er nóg pláss núna, það er nóg pláss eftir 10 ár, nóg pláss eftir 20 ár, en hvað heldur eftir 500 ár eða 1000 ár? Veistu hvað ætlar að gera? Það er bara að halda áfram. Af hverju ekki bara bregðast við strax? Við vitum alveg hvert það stefnir. Glerumbúðir, þar erum við í mjög vondum málum. Núna er markmiðið að 60% af öllu gleri sé endurunnið, Ísland er núna í nákvæmlega 0%. Gleri er hvorki safnað nema bara reyndar drykkjarumbúðum og þær fara heldur ekki í endurvinnslu, þær eru bara brotnar og sama sem urðaðar, þær eru kannski notaðar sem vígvél á urðunarstöðum. Þannig að þarna þarf Ísland og náttúrulega allir á Íslandi að taka sig verulega á, en það er vesen að koma gleri í endurvinnslu. En þetta er eitthvað sem þarf að huga að. Þetta snýr náttúrulega raun og ekki beint, þetta er ekki verkefni íbúanna, þetta er ekki svo sem verkefni íbúanna að bæta endurvinnslu hlutfall á gleri eða ykkur öðru, en það er eins og menn vita að það þarf að setja eitthvað í gang til þess að ýta þróuninni þess átt. Aðeins og það hvað mun verðum einstaka úrgangsflokka í þessu breytta kerfi. Almennur úrgangur, þannig að fyrst og fremst að reyna menn eftir öllum mögulegum leiðum að draga úr honum. Það þarf náttúrulega að horfa til þessa markmiðs að 2035 má ekki urða nema 10% af því sem tilfellur. Og það er raun og vera hægt að ná talsverðum árangri eins og bara með því að flokka gler frá. Það að flokka gleris frá, það hækkar ekkit endilega endurvinnsluhlutfallið, ekki nema að færa svo í endurvinnslu. En það sem er hægt að gera eins og í Dalabyggð til að byrja með, það er bara að flokka gler frá, náði úr þessum straumi sem er keyrður í fíflholt með nokkrum tilkostnaði og urðaður þar með nokkrum tilkostnaði og reyndar ærnum tilkostnaði, allavega eftir að urðunarskatturinn kemur á, keyra það í staðinu upp í Höskuldsstaði. Þess að það má urða gler á urðunarstaði fyrir óvirkan úrgang sem er miklu ódýrari leið og verður ekki skattlagð. Þannig að urðun í fíflholtum ætti að fara minnkandi og verða neyðarúrræði. Grófur úrgangur, það er náttúrulega meira og minna líka óflokka en það er þá úrgangur eins og byggingarúrgangur, þetta eru heilu rúmdínurnar á sófasettin, húsgögn og eitt og annað sem menn ráð ekki við að flokka en það er náttúrulega þarf að bæta þá flokkun. Ef menn leggja vinnu í það þá er hellingur í byggingarúrgangi til dæmis sem er hægt að ná úr, það er hægt að ná gleri úr, það getur farið upp í Höskuldsstaði, það kostar ekki mikið. Það er hægt að ná steipubrotum úr í staðinn fyrir að dömpa öllu í sama hauginn. Steypubrot geta líka farið á stað fyrir óvirkan úrgang. Það er hægt að ná málmum úr að einhverju marki. Vísu er heimsmarkaðsverð á málmum lágt núna, en það þarf bara að safna þeim upp. Það endar með því að maður getur selt þetta. En núna fer þetta í fíflholt og það endar alltaf með því að einhvert brot á þessu fer þangað. Óvirkur úrgangur, þið eru með stað fyrir hann, það er staður sem er mjög rekinn, hann er í góðu standi, hann er með starfsleyfi, það er ekkert vesinn. Og það er bara til bóta að ná sem mestu úr þessum almenna straumi og koma því þangað, sem er þetta gler, steypubrot, postulín, allt það. Lífrænn úrgangur, þannig að það liggur fyrir að það þarf að safna honum sérstaklega og það liggur fyrir að það má ekki urðan að nokkrum árum liðnum. Og þetta er efni sem er mjög auðvelt að vinna úr, það er mjög auðvelt að jarðgera lífrænan úrgang. En það er alltaf einhver stofnkostnaður í því dæmi og þegar þið búin að sjá stofnkostnaðar áætlanir, þá er náttúrulega ekki víst að sé mjög mikið pláss til að leggja í einhverjar fjárfestingar, menn þurfa bara að skoða það. Það getur verið sniðugt að gera þetta heima fyrir, það er hægt að gera það með tiltölulega litlum stofnkostnaði, það getur verið sniðugt að vera í stærra samstarfi, til dæmis ef að Vestlendingar myndu sameinast að koma sér upp einni jarðgerastöð í Fíflholtum eða hvar það væri.
Reyndar eru sveitarfélögin hérna í kringum Fíflholt núna að skoða samstarf við höfuðborgarsvæðið. Ég veit ekki alveg hvort það er góð hugmynd eða slæm, það kemur bara í ljós. En þetta er eitthvað sem menn þurfa bara að fara að vinna í og eins er náttúrulega hægt, það er hægt að byrja bara strax að safna lífrænum úrgangi og segja bara við úrgangsverktakann sem þjónustar sveitarfélagið, við erum bara að safna lífrænum úrgangi, getið þið tekið hann og gert eitthvað við hann og hvað kostar það? Vegna þess að bæði gámaþjónustan og Íslenska gámafélagið, eða fyrirgefið, bæði Terra og Íslenska gámafélagið, sem maður sé nú með rétt heiti á þessu, jarðgera og taka alveg að sér svona verkefni. Það kostar auðvitað og menn þurfa bara að skoða hvort að það sé fjárhagslega gerlegt. Það verður náttúrulega fjárhagslega gerlegra þegar komin í skattur urðun, vegna þess að þetta er ekki skattlegt. Urðunarskatturinn, hvort sem líkar hann betur eða verr, eða hvort sem sveitarstjórnarmönnum líkar hann betur eða verr, hann mun náttúrulega breyta öllum hlutföllum. Það verður ákjósanlegra að fara aðra leiðir. Núna er Fíflholt, af því Fíflholt er svona nánast ódýrasta förgunarleið á Íslandi, miklu ódýrari heldur en urðunarstaðurinn hjá Sorpu. Þangað leitar alls konar úrgangur sem ætti að fara í einhvern annan farveg. Bara þetta er að mínum að þetta er of ódýrt. Ég er svo búinn að tala það við stjórn Sorpunnar Vesturlands í nokkur ár og þeir hafa ekki alveg keypt þá skoðun mína. Ég er enda sagt að það er ekkert mál fyrir ykkur að hækka. Það eru sveitarfélögin sem borgar, sveitarfélögin eiga þetta er hlutafélag, það getur bara skilað því, svo greiðir það bara sveitarfélögum arð. Peningarnir koma í hringinn, ekkert mál. Það er vísu ekki alveg svona einfalt vegna þess að sveitarfélögin geta þá bara lækkað fasteignaskatt á móti, en ef þau fullnýta ekki álagningarheimild fasteignaskatts þá er einsvíst að fá minna úr jöfnunarsjóði. Þannig að það er alls konar svona þröskuldar í kerfinu sem kom í veg fyrir að menn fari svona snjöllustu leiðirnar í þessum úrgangsmálum. En ég segi bara gjald í Fíflholtum verður að hækka vegna þess að þetta sogar til sín eitthvað sem gæti farið í miklu betri nýtingu. En það er menn ekkert alveg sammála um það. Garðaúrgangur, menn náttúrulega sjálfsagt er ekki sérstaklega búa til einhvern úrgangur honum, en þetta er samt úrgangur og ef menn nýta hann ekki heima fyrir þá þarf að koma honum í jarðgerð. Þetta er náttúrulega aldrei að fara mitt í urðun, þetta eru svo sem verðmæti. Það er ekkert mál að jarðgera, matarleifar ekkert mál að jarðgera garðaúrgang. Dýrahræ, þeim er náttúrulega safnað núna sem er raun og veru mjög til fyrirmyndar, en það kostar peninga. Þau eru urðu í Fíflholtum, það er raun og veru bannað það má ekki gera neitt við þau, það verður að brenna þau. Það er bara engin stað til að brenna þau á. Sunnlendingar eru að undirbúa það núna að setja upp hræbrennslu fyrir Suðurland. Þetta kostar alveg peninga. Ekki samt meiri peningar svo að menn telja sig geta tekið dýrahræin fyrir 35 krónur á kílóið. Og ef að urðun kostar 8 krónur pluss 15 krónur þegar skatturinn er komin á, þá er bílið farið að mjólka. Ég veit ekkert hvort að, ég hef sagt við Sorpunnar Vesturlands þeir ættu að setja upp svona ofn í Fíflholtum. Þeir vilja sjá til, láta aðra gera mistökin sem að byrjendur gera alltaf. Sunnlendingar eru fyrstir, ég var einmitt hjá þeim bara núna, ég var að koma frá Hvolsvelli bara hingað og vorum einmitt meðal annars í þeirri ferð að fara yfir mál sem tengjast hræbrennslu. Í stefnu ráðherra, í drögum að stefnu ráðherra, þá er gert ráð fyrir því að sveitarfélögin leysi þetta mál bara næsta ári, og ríkið er ekkert að bjóða fram neina aðstoð. Og svona ofnar, þetta er ekkert flókið í rekstri og eins og ég segi, það er hægt að reka þetta fyrir með því að rukka 35 krónur á kílóið miðað við þarna tilteknar stærðir, kannski aðeins meira, kannski aðeins minna. Þessi ofn sem menn eru að tala um á Suðurlandi tekur 2000 tonn á ári. Það er náttúrulega margfalt það sem Dalabyggð þyrfti, þetta er náttúrulega fyrir stórt svæði. Það eru til minni ofnar, þetta er bara nánast hægt að fá þetta bara líka færanlegt. Og þetta eru þá ofnar sem að má bara brenna dýraúrgangi í, ekkert annað, engan annan úrgang. Vegna þess að ef þetta er bara dýraúrgangur, sem dýrahræ og alls konar ekki kannski hefðbundið sláturúrgangur, en svona úrgangur sem ekki nýtist og á ekki að nýtast, hugsanlega smitaður úrgangur og svo framvegis. Hann heyrir undir annað regluverk heldur en almennur úrgangur. Það er hægt að setja svona hræbrennslu eða dýraúrgangsbrennslu og hún þarf ekki að uppfylla sömu kröfur hreinsun eins og til dæmis venjuleg sorpbrennsla, vegna þess að það er ekki hægt að búa til eins hættuleg loftmengunarefni með því að brenna bara dýrahræ. Það er ekki fyrir þú ferð að blanda eins í kokteilin sem þú ferð að fá eitthvað almennilegt eitur út strompið. Þannig að þetta er ekkert rosalega flókið, það er hægt að fá þetta færanlegt, þetta er bara þessna gámur, þetta er bara svona platti sem getur sett á flutningabíl. En allt þetta bara þarf að skoða, þannig að bara finna leiðir fyrir hvern flokkinn að fætur öðrum sem núna er að fara í Fíflholt og finna einhver aðra leiðir sem að standast bæði nýjar kröfur og leiða til svona í lok dagsins jafnvel lægri kostnaðar.
Svona nú ég rétt að fara að verða búið með þetta. Nokkuð brýnustu verkefni, og þetta náttúrulega bæði verkefni sem snúa að einstaklingum og sveitarfélögum, kannski meira sveitarfélögum, það þarf náttúrulega einhvern veginn að draga saman neyslu. Vegna þess að sko mest af því sem við kaupum, og við náttúrulega vitum það alveg hvert sig, ef við hugsum okkur og erum svolítið hreinskilin við sjálf okkur, að slatta því sem við kaupum fer nú einhvern veginn ruslið sko mjög lítið notað. Vegna þess að kaupin voru kannski ekki alveg þaulhugsuð og við náttúrulega augljóslega spörum tíma og peninga með því að kaupa minni óþarfa og þar af leiðandi fellur til minni úrgangur, það fellur til minni kostnaður. Það græði allir. Nema kannski þeir sem hafa vinnu með það að keyra ruslið einhverjum gámum milli landshluta. Sveitarfélagið getur gert ýmislegt með því að endurskoða samþykktar og gjaldskrár fyrir meðhöndlun úrgangs. Menn hafa ekki alveg nýtt tækifæri þar held ég. Það í lögunum meðhöndlun úrgangs frá 2013 að sveitarfélagið á að láta hana málaflokk standa undir sér. Það á sem sagt ekki að nota hluta af sameiginlegum sjóði, útsvari og fasteignagjöldum til þess að borga fyrir þennan málaflokk. Það á að koma öllum þessum kostnaði á úrgangshafana. Og það ekkert sveitarfélag á Íslandi alveg þorað að taka það skref. Þannig að svona hér bil öll, eða alveg öll sveitarfélög í Íslandi að brjóta lög með því að taka hluta af þessum kostnaði á sameiginlegum sjóði, sem stór sveitarsjóði. Það hægt að stýra þessu, það alls konar vandamál í því. Það ekkert mál að hækka sorpgjöld vegna þess að það hægt að lækka fasteignaskatt annað eins og ég sagði áðan, en þá það þetta sem kemur inn með jöfnunarsjóð. Þetta eitthvað sem menn þurfa að skoða sko. Það að hækka sorpgjöld og lækka fasteignaskatta, það þýðir að heildarbyrðin og íbúan eykst ekkert. Það bara verið að færa akkúrat þennan kostnað á þá sem eiga úrganginn og lækka þá kostnað öðrum. Þannig að heildargjöldin lækka hjá þeim sem eru með mikinn úrgang, heildargjöldin hækka hjá þeim sem eru með mikinn úrgang og lækka hjá þeim sem eru með lítinn úrgang. Vandinn hins vegar sá, fyrir utan þetta með jöfnunarsjóð, að það ekki til neitt tæki núna til þess að deila þessum kostnaði. Þannig að það búa bara einhverjir 2 jónar hérna sitt í hverju húsinu, annar jónin hendir aldrei innu, hinn alltaf með kúfulla tunnu. Þeir borga það sama. Þannig að það ekki til neitt tæki til þess að gera upp á milli. Jón með tómutunnuna ætti náttúrulega að borga hér ekki neitt. Jón með fullutunnuna ætti náttúrulega að borga alveg helling, sko. En þeir borga það sama. Og það reyndar sem þarna neðst á klærunni, hugsanlega komið að því að það sé hægt að fara að snjallvæða þennan geira, þannig að það séu bara svona flögur í öllum tunnum, þannig að þær eru vigtar leið að settar í bílinn. Og í staðinn fyrir að báðir jónarnir borgi 40 skall á ári, að þá bara fá báðir jónarnir reikning eftir mánuðin. Af því þetta bara fer sjálfkrafa í eitthvað miðlægt tölvukerfi. Það bara búið að vigta allt sem frá þeim kemur í gráu tunnunni. Og þá borgar jónin með tómutunna næstum ekki neitt alveg eins og þetta á að vera. En svo þetta sama ég búin að segja áður, það þarf að sérsafna glerumbúðum, það þarf að sérsafna og koma lífrænum úrgangi í endurvinnslu. Það þarf að sérsafna plastumbúðum, hugsanlega þarf að aðskilja plast og pappír, hugsanlega ekki. Það ákveðið vandamál núna, það talsverð óhreindir plasti, þessu við að safna með pappír og þá blotnar pappírinn og óhreinkast og verður ónýtur í endurvinnslu. Kannski þarf að aðskilja þetta, það svolítið vesinn. Menn eiga lítið úr urðun sem úrræði, það er bara framtíðin. Það þarf að skoða rekstraraðila sérstaklega, það náttúrulega rekstraraðila eins og í Dalabyggð kannski aðalega sem sagt bú, sem sauðfjárbú og kúabú. Og það náttúrulega svolítið sérstakur atvinnurekstur, en ég hef svona sagt við sveitarfélög þið þurfi kannski að skoða alveg hvert tilfelli fyrir sig og þá ekki sérstaklega í landbúnaði heldur kannski frekar í öðrum rekstri, bara fara inn á verkstæðin, fara inn á matsölustaðina, fara inn í verslanirnar. Hvað verið að gera þarna? Það greinileg þróun í þá átt. Almenningur alltaf að flokka betur og betur. Það kemur alltaf aðeins minn af óflokkum úrgangi frá almenningi, en aftur á móti breytist það lítið á fyrirtækjum. Sem menn einhvern veginn leggja ekki í þessa vinnu. Og svo náttúrulega kallar urðunarskattur á nýja nálgun, eins og við talum áðan, og svo svona í farvatninu að samræma liti og tákn. Þannig að allir Íslendingar, hvar sem þeir búa, þeir eiga náttúrulega í fyrsta lagi að geta vita að þeir geti komið frá sér tilteknum flokkum. Það þarf ekki alls staðar að vera sama kerfi á því, en alls staðar sömu merkingar og alls staðar sömu litir. Þetta eru flokkar eins og pappír, plast, gler, málmar, lífrænn úrgangur, spillefni, klæði, textíll og svo eitthvað svona smá sem verður eftir sem við vitum ekki alveg hvað eiga að gera við. Þetta snýst ekki að lágmarka vandamál, þetta snýst að hámarka verðmæti. Og það svolítið sú hugsun sem náttúrulega verið að reyna að innleiða með hringrásarhagkerfinu. Þetta sé allt verðmæti sem menn þurfa að læra að fara betur með. Alveg eins og
kannski ekki mín kynslóð en kynslóð foreldra minna kunni alveg sko. Það bara gleymdist þegar þjóðin varð allt í óþarflega rík kannski á óþarflega stuttum tíma að menn svona gleymdu sér aðeins í efnishyggjunni. Og við þurfum að fara að vinda ofan í því. Það þýðir ekki að við séum að fara aftur til fortíðar, það þýðir að við erum að fara í nýja framtíð sem er bara betri en nútíðin sem við lifum í að því leyti að við þurfum minni peninga, að því við kaupum minna drasli og við þurfum að borga minna fyrir úrgangin okkar af því að hann er minni. Og ef við þurfum minni peninga, þá hefum við líka meiri tíma. Vegna þess að peningarnir okkar eru bara tíminn okkar. Ég hef kannski heyrt mig segja þetta einhvern tímann áður en ég hvet fólk alltaf til að hugsa um það þegar að hugsa um hvað hlutur kostar að umreikna yfir í klukkutíma. Mér skilst að meðal Íslendingurinn, þó það hljómar reyndar sem hátala, þá skilst mér að meðal Íslendingurinn fá útborgaðar 20.000 krónur fyrir hvern heilan vinnudag. Þegar búið að taka án skatt. Þetta er enda með eitthvað tölur á Hagstofunni sem finnst pínu háar sko að meðallaun séu 700.000 á mánuði. Ég veit ekki alveg hvernig það stenst en ég ætla ekki að gera könnun á því hvað eru margir með yfir 700.000 á mánuði en það eru svolítið einhverjir en skiptir ekki máli hvort það er 15 skall eða 20 skall. Það er semst einhver svona tala sem að meðal Íslendingur í fullri vinnu fær borgaðan fyrir hvern virkandag eftir skatt. Þannig að í hvert skipti sem að kaupir eitthvað sem kostar þessa upphæð, hver sem hún er, hvort sem hún er 15.000 eða 20.000, þá á maður að borga semst með einum degi úr lífinu. Semst maður vann í alveg heilan dag til þess að eignast þennan hlut. Og maður fær ekki þennan dag aftur. Maður getur svo sem reynt að selja hann hlut á Facebook sko, en maður sér hann örugglega ekki á sama verði. Maður fær kannski klukkutíma fyrir hann. Þá er maður búinn að tapa þarna að minnstu 7 tímum eða hvað sem dagurum var langur. Þannig að ef við getum minnkað neysluna, þá hefur við meiri tíma. Við getum bara unnið minna ef við viljum, eða bara unnið jafn mikið og safna peningum, eða tekið lengra sumarfrí, eða bara tekið okkur dag og dag til að fara út að hlaupa eða leika við krakkana eða hvað sem er sem við gerum. Bara ég þarf ekki að vinna í dag að sólskin, ég ætla bara að vera heima að chilla, sko, bara út í garði. Af því að ég kaupi svo lítið að drasli, ég þarf ekki að láta hana tíma minn í það. En þetta er alveg komið nóg, þetta voru lokaorðin, takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Þörf umræða og bara mjög áhugavert. Eru einhverjum sem langar að henda fram spurningar á Stefán út frá þessu? Skúli? Já, takk fyrir þetta, Stefán. Maður eiginlega skammar sín og vill helst draga fyrir andlitið þegar maður sér Stefán sko, því fyrir kannski ekki 25 ár síðan þá var ég að vinna staðardagskrá 21 fyrir Húnaþing vestur og vann einmitt með Stefáni og ég held að við séum sko á sama stað enn í að vinna í þessum sortmálum og þá. En mér langar að kasta fram með einni spurningu, hefur verið skoðað hvað kostar að setja upp eitt brennslofn fyrir allt Ísland? Þá er ég nefnilega með hugmyndum að ég er búinn að tala við vin minn á Leiðólfsstöðum og við ætlum að byggja yfir Laxárdalinn, nýta orkuna frá vindmyllunum til að setja upp brennstofn fyrir allt Ísland. Og þá er stutt að fara með allt þetta postulín og það bara hann í gryfjuna. Hvað myndi svona kosta, hefur það verið reiknað? Takk. Takk fyrir þetta. Ég veit alveg að Dalamenn eru stórhuga. Það er nóg pláss í Laxárdalnum, það er ekkert vandamál. Kostnaðartölur sem ég hef séð eru án þaks yfir Laxárdal. En við sleppum þakkinu. Nei, ég man ekki stofnkostnaðartölunar, en þetta eru einhverjir milljarðar. En hins vegar man ég svona rekstrakostnaðartölunar nokkurn veginn. Þetta hefur semst verið reiknað, sko. Og það var reiknað út frá ákveðnu dæmi sem að snýst um það að staðsetja ofninn á Vestfjörðum, ekki í Laxárdal, heldur í Bolungarvík. Það var nú bara hugmynd sem spratt út frá því að norðursvæði Vestfjarða er mjög sérstakt að því leyti að þarna býr tiltölulega margt fólk og þarna er semst svona skortur á orku, sérstaklega skortur á varmorku. Þessi stöð sem að tæki úrgang frá öllu Íslandi, hún gæti hugsanlega brent svona 60 til 80.000 tonn á ári. Svona grófari nálgun er 30 til 100.000 tonn, ég held að það sé nokkuð þörfin í fremtíðinni. Hún, svona stöð til að vera rekstræg, hún þarf sennilega að fá svona 60 til 80.000 tonn. Og þá er sem sagt kostnaðurinn
per kíló til langs tíma einhverja 30 krónur, sko, sem ósköp venjuleg tala og menn fá heilmikið í staðinn, sem þá búið að nýta í raun og allan þennan úrgang sem tilfellur og búa til honum orku. Með þetta dæmi sem reiknaði í Bolungarvík sem ég held að við miðað við 80.000 tonn á ári, að þá það, jafngildir það sem sagt raforkuveri upp á 7,5 megawatt og það verður hægt að þetta myndi framleiða það bil 22,5 megawatt af varmorku. Og sem þessa orku alla hægt að nýta á Ísafirði og Bolungarvík. Það var meira að búið að reikna inn í það sko göng, eða sem lögn í gegnum Bolungarvíkurgöngin til Ísafjarðar fyrir heita vatnið og reynda líka rafstreng. Og með þessu væri hægt að leysa ýmsa vanda. Það er hægt að leysa raforkuvanda Vestfirðinga að miklu leyti. Því núna bara eins og menn hafa mikið heyrt það er bara eitt kapall frá hvar er þetta? Króksvararnesi, stutt frá Króksvararnesi spennustöð og þaðan bara eitt kapall til Ísafjarðar. Og ef hann bilar þá bara rafmagnslaust. Menn hafa verið að tala Hvalavirkjun og tengingu út djúp, gríðarlega stór framkvæmdakostnaður sem. En með því að byggja virkjun á endanum að þá í raun og veru leysist þetta vandamál að miklu leyti og að auki þá nýtist orkan í þessum hundi sem þeir kalla, sem sagt þessum kapli sem liggur bara þarna úr reyndar Geiradal til Ísafjarðar. Þá nýtist þó betur sem að losna við eitthvað sem heitir launafl sem ég kann ekki alveg að skýra, það kann það einhver betur hérna inni, eitthvað svona raffræðilegt fyrirbæri sem gleymdist að kenna mér í skóla. Og sem þetta myndi leysast, ekki bara menn spara ekki bara 7,5 megavatta raforku, heldur líka slatta megavattum viðbót með því að láta heita vatni frá þessari brennslu leysa af hólmi heitt vatn sem núna búið til með raforku inn í Ísafirði. Og þetta leysir fleira, þetta leysir náttúrulega förgun af vanda alls Íslands og þessum þyrfti líka að fylgja skipaflutningar á úrgangi hringinn kringum landið og þá opnast leið fyrir aðra strandflutninga sem menn hafa einhvern veginn gefist upp á í gegnum árin og þá geta menn létt álega vegunum, þá minnkar það bæði viðhaldsþörf og fjárfestingarþörf. Við vitum alveg hvernig þetta er traffíkin í gegn á flutningabílum. Það er bara mest að furða að það hafi ekki orðið fleiri óhöpp eins og bara inn í Miðdölum og í Saurbænum. Það er bara á nálum að mæta flutningabílum á þessum leiðum og svo bara hvernig fara þeir að því að mætast tveir Það er nú oftast slampast, en þetta myndi létta þessu álagi og slá margar flugur í einu höggi. Hins vegar held ég þetta verði ekkert vegna sem en mun ekki ná samstöðu það. En þetta hefur reiknað, ég man ekki alveg heildartöluna, hvort að hún er 8 milljarðar eða 17 milljarðar. Þetta einhver svona tala sem stendur hvort sem alveg beggja vegna út úr hausnum á mér En þessi rekstrakostnað tala miðað við einhver 80.000 tonn á ári, þá þetta einhver 30 kall á kíló og það ekki svo slæmt Og þá ekki búið að reikna held ég neinar tekjur af orkusölu. Já, það bara að byrja morgun og það alveg ég skil ekki alveg af hverju Íslendingar eru svona smeykir við að ráðast í þetta. Ég veit alveg það hægt að fá erlenda aðila sem að vinna í þessu, það bara fyrirtæki sem reka sorpbrennslustöðvar í nokkrum löndum og ég alveg talaði við forsvarsmenn eins svona fyrirtækis, að vísu var það í hálfkæringi, sagði bara já þeir eru búin að koma að skoða, vil ekki bara byggja svona stöðuna? Jú, ekki málið. Svo þeir kunna að gera þetta, við kunnum ekki að gera þetta, við höfum aldrei gert þetta. Við höfum bara sett upp einhverjar smástöðvar sem hafa svo orðið ónýtar og mengað ógeðslega mikið og þurft að loka. En þetta alveg hægt. Og aftur, þetta hvort sem stöðun reyndar á Íslandi eða erlendis, þetta frá umhverfislega sjónarmið miklu betri valkostur heldur en urðun. Þannig að þetta nýtist orkan sem felst í þessum úrgangi, það skár hann ekkert að nýta hana. Og ef þetta flutt út, að þá náttúrulega verið að búa til raforku þar og við erum aðeins byrjuð að flytja út úrgang til brennslu frá Suðurlandi og núna hann fluttur til Hollands í smáum stíla en þá eftir að vaxa og hún nýtt þar í einhverjum sorporkuverum til þess að búa til rafmagn fyrir Hollendinga sem annars væri búið til með olíu. Og menn hafa sagt það getur ekki verið vit í þessu. Það getur ekki verið vit í því að flytja út úrgang með allri þeirri olíubrennslu sem því fylgir. Svo ég settist niður og fór að reikna. Það ekkert endilega 100% réttir útreikningar. En niðurstaðan sú, það þarf 8 lítra af olíu til þess að flytja 1 tonn af úrgangi frá Reykjavík til Rotterdam. Með því að brenna þessu 1 tonn af úrgangi þá sparast það 250 lítra af olíu sem annars hefur farið í að búa til sömu orku. Þannig að það kostar 8 lítra af olíu að spara 250 lítra. Vitið því? Já, klárlega.
En ef þetta er betra að gera þetta á Íslandi, þá getum við notað þessu orku. Við höfum alveg þörf fyrir hana. Ef við bara gefum rétt í spilunum, gerum það bara ekki alltaf. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri fyrirspurnir? Ég ætla kannski að fá að skjóta að einni af því að ég var svo heillaður af þessu. Ég var náttúrulega strax stressaður leið og ég heyrði hérna urðunarskattur, sko. Þú veist, alltaf ekki afsláttur fyrir barnafólk. Ég vona að það veri sett inn í kerfið. Það kannski baráttumál fyrir pólitíkusinn að setja það inn. En hérna, framleiðendur, hvar eru þeir staddir í þessari hringrás? Er líka verið að hugsa að setja skatt á framleiðendur, þannig að hvati komi líka þar í kerfinu? Framleiðendur, sko þarna verð ég að viðurkenna að þetta er nefnilega mjög mikilvæga punktur. En ég verð að viðurkenna að ég er ekki alveg eins vel inn í þeim pakka. En hins vegar þá er í einni af þessum 8 tilskipunum sem voru búnar til í Brussel sem svona afsprengi hringrásarhagkerfispakkans, þá eru klausur aukna framleiðenda ábyrgð sem þeir í auknum mæli þá þurfa framleiðendur að bera kostnaða förgun vörunar sem þeir framleiða. Þetta er náttúrulega vissu leyti komið í framkvæmd en hugsunin er aukað. Ég hef bara ekki sett mig nógu vel inn í að hvernig það á framkvæmast. Menn hafa rætt þetta hér, sko, það er nú er það þannig að úrvinnslusjóður leggur gjald á tilteknar vörur þegar þær eru framleiddar eða fluttar inn og síðan er það gjald greitt tilbaka til fyrirtækja sem að sjá að koma þessum tiltekna varningi í endurvinnslu. Og þetta virkar út af fyrir sig mjög vel. Úrvinnslusjóður er ekkert að kaupa úrgang, hann er bara að búa til markaðsforsendur til að sé hægt að koma til dæmis plastumbúðum og pappaumbúðum og fleiru, spilliefnum, bílum, hjólbörðum, rúlluplasti og fleiru í endurvinnslu sem væri ekki fjárhagslega hagkvæmt annars. Og þetta gjald er bara stillt á þannig að það dugi til þess að það sé viti að gera þetta. Og menn hafa verið tregir til að útvíkka þetta en ég held að það sé náttúrulega eitt af því sem þarf að skoða. Að það komi úrvinnslugjald á fleiri vöruflokka þannig að þá verði búið í raun og veru að láta í gegnum hærra verð. Já, framleiðendur, auðvitað er það náttúrulega kaupendur sem að borga þetta því að auðvitað fer þetta alltaf inn í verð vörunar en þá er raun og veru leið og kaupi vöruna, hún er þá svolítið dýrari en ella en þá ertu líka búin að borga fyrir förgun á henni í staðinn fyrir að sitja uppi með það eða förgun eða aðra meðhöndlun vörunar þegar hún verður úrgangi. Menn á líka tala um þetta hér að því hérna er skilagjald á engu nema drykkjarumbúðum, þar að segja plastál og glerflöskum, undan drykkjum sem er ætlaðir til neyslu beint og reyndar á bílum líka, aðeins annan fyrirkomulag. Menn hafa verið tregir til þess að útvíkka það, en ég held að séu líka tækifæri í því. Það sé fleira sem er búin til markaði fyrir. Eins og það fyrir mjög lítið af drykkjarvöruumbúðum í ruslið. Það verður til svona aukahagkerfi, náttúrulega bæði eins og þið þekkið, þetta er náttúrulega tækifæri fyrir íþróttafélög og svo er það líka tækifæri fyrir fólk sem kannski er aðeins svona jaðri samfélagsins sem að gengur og tínar þetta upp úr ruslatunum. Það er ekki slæmt við það, þetta er peningur fyrir þau. Þetta er með þessu verið að draga þetta út úr þessum haug sem annars færi inn í fíflholt, sko. Og það er hægt að setja þetta á fleiri vörur, sérstaklega vörur sem er vel skilgreindar og afmarkaðar, en það hefur verið svona tregða til að gera það, sko. En þetta er hluti af þessum hringrásarhagkerfispakka að reyna að efla þessa framleiðenda ábyrgð eða framlengda framleiðenda ábyrgð sem stundum kallað til framleiðenda ábyrgð, svo ég rugli nú aðeins. Framleiðenda ábyrgð raun og veru fyrst og fremst gæða ábyrgð, þannig að framleiðandinn sendir einhverju vöru á markað og hann ber ábyrgð á að hún virki. Svo að tala framlengda framleiðenda ábyrgð þegar þeir taka líka ábyrgð á vörunni þegar hún verður á úrgangi. En þetta orðreynda framlengd framleiðenda ábyrgð er ekki notað mikið í íslensku og er kannski rosalega tjált. Þetta heitir Extended Producer Responsibility á ensku, bara svona til gamans. Já, takk fyrir þetta. Er einhverjar fleiri spurningar? Síðasti séns. Heyrðu, þá bara þökkum við Stefáni kærlega fyrir þetta. Heyrðu, næsta mál á dagskrá, Eyjólfur ætlar að kynna niðurstöður íbúaþings.
Já, komið sæl aftur. Ég ætla að fara hérna yfir glærur, það sem við kynnum niðurstöðurnar á íbúaþinginu sem var haldið í Tjarnarlundi 17. febrúar síðastliðinn. En aðdragandinn að þessu íbúaþingi er náttúrulega hugmynd sem kom frá Einari Jóni í upphafi kjörtímabilsins að halda þetta íbúaþing og við fengum síðan Nýsköpunarmiðstöð Íslands til samstarfs við okkur og íbúaþingi fór fram 17. febrúar. Síðan í aðdraganda íbúaþingsins var vinnufundur með sveitarstjórn og svo fór íbúaþingi fram og svo var aftur vinnufundur sveitarstjórnar til þess að ganga frá stefnumótunarskjalinu sem var síðan gengið endanlega frá á sveitarstjórnarfundi núna 30. október síðastliðinn og birt með fundargerð og menn geta nálgast þar. En ég ít á hérna. Það eru ákveðin gildi, skjalið skiptist upp í nokkra hluta og það fyrsta sem var í raun og veru niðurstaða kosningar meðal þeirra sem tóku þátt í íbúaþinginu er að gildi Dalabyggðar, það er jákvæðni, virðing og framsækni. Þannig að við höfum jákvæðni og bjartsýn að leiðarljósi og stuðlum þannig að ánægjulegra samfélagi og auknum lífsgæðum. Virðing, við virðum hvort annað og auðlindirnar í kringum okkur. Framsækni, við tökumst á að nýjar áskoranir og tækifæri með opnum huga og fagmennsku. En það fór, í aðdraganda íbúaþingsins fór fram SWOT-greining og það sem var farið yfir hverjir eru styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri þessa samfélags. Og þeir eru ýmsir, ég ætla nú ekki að fara að lesa upp öll atriðin, mátt bara skipta á næstu glæru. En það eru bæði tækifæri og það eru ógnanir og þetta eru hlutir sem við þurfum bara að vinna úr og við gerum það öll í sameiningu. Það eru ákveðin tækifæri hérna núna í ferðaþjónustu og það er kannski stærsta tækifærið ef að tekst að skilgreina hér hringveg 2 sem liggur hér í gegnum dalina og vestur á firði. Það mun auka ferðamannastrauminn. En hins vegar eru líka ýmsar ógnanir, við erum landbúnað hér og það eru ógnanir í rekstrarumhverfi landbúnaðarins sem þarf líka að takast á við, sem geta náttúrulega líka bara haldið áfram að þýða áframhaldandi fólksfækkun. En ef við vinnum saman þá er hægt að takast á við þetta. Skipta. Og aftur. En í þessu stefnumótunarskjali sem er birt á netinu, þetta er farið yfir þessa grunnkafla, síðan eru ákveðin verkefni sem eru sett fram og svona tímaáætlun og hver er ábyrgðaraðilinn á þessu verkefni. Þessi verkefni þau nýtast okkur við gerð fjárhagsáætlunar og þetta stefnumótunarskjal hafði strax áhrif við gerð þeirra fjárhagsáætlunar sem var kynnt hérna áðan. Og flest verkefni sem eru birt í skjalinu þau miðast við þetta kjörtímabil. Við erum að horfa til næstu út árið 2022 og svo eru kannski svona önnur verkefni sem að ná þá inn í næsta kjörtímabil en menn þurftu þá að fara í aðra vinnu árið 2023 fyrir 4 ár. En síðan liggur náttúrulega líka fyrir þessu umræða sem er í þarna bara á sveitarstjórnarstiginu í landinu, lágmarksfjölda, íbúafjölda í sveitarfélögum, sem þýðir að þetta sveitarfélag hér þarf að vera komið inn í sveitarfélag eins og umræðan núna með lágmarki 1000 íbúa árið 2026. Það eru 6 ár og það er ekkert langur tími og við erum alveg strax byrjuð að eiga samtal við öll sveitarfélögin hérna í kringum okkur. En við þurfum síðan að hlutverk okkar í uppbyggingu atvinnulífs, það er að stuðla að frjóum jarðvegi og fjölbreyttu atvinnulífi og við þurfum að styrkja ímynd sveitarfélagsins og það er eitt af því sem stendur til að reyna að gera með ráðningu markaðsfulltrúa.
við þurfum líka að þrýsta á góðar samgöngur. Við erum með eitt hættulegasta vegakerfi á landinu og við þurfum líka að vinna að því að fá fleiri opinber störf til Dalabyggðar. Það til dæmis ekkert í þeim reglugerðarpakka eða reglupakka sem ríkið að bjóða fram núna varðandi sameiningu sveitarfélaga að opinber störf flytjist út á land. Það eru til reglur erlendis, til dæmis í Danmörku, að ef starf losnar í Kaupmannahöfn þá þarf fyrst að auglýsa það út á landi. Menn þurfa að sannfæra af hverju starfið á að vera í Kaupmannahöfn en ekki út á landsbyggðinni. Skipta. Og svo eru hér ýmis markmið. Ég kannski ekki að lesa upp hvert einasta atriði á glærunum. Haltu bara áfram. Hérna eru innleiðing og eftirfylgni atvinnustefnu, þessi verkefni sem eru sett inn í stefnuna. Það er Vínlandssetur, það er ljósleiðari í dreifbýli, við þurfum að laða að opinber störf. Það er samvinna dvalar- og hjúkrunarheimila í Dalabyggð, stuðla að bættu vegakerfi. Ég veit að það er mjög nauðsynlegt fyrir atvinnulífið hér í Búðardal að fá ljósleiðaratengingu hérna í þéttbýli og við þurfum að skoða með hvaða hætti við getum þrýst á það að hér verði ljósleiðaravætt innan þéttbýlis. Það eru hins vegar ýmis vandkvæði bundin við það að félagið Dalaveitur sem sveitarfélagið á gerir það vegna þess að Dalaveitur eru stofnaðar utan lagningu ljósleiðara í dreifbýli en Búðardal er þéttbýlissvæði og samkeppnissvæði og þar af leiðandi megum við ekki leggja ljósleiðara hér innan þéttbýlis en það myndi hins vegar klárlega styrkja reksturinn á Dalaveitu ef við mættum það. En þetta er bara hlutur sem við þurfum að skoða mikið betur. Það þarf að þrífasavæða rafmagnið allt sveitarfélagið. Þetta er farið að stærri kúabúum að hafa ekki aðgang að þriggja-fasa rafmagni og bara ýmisri annarri atvinnu. Og heimavinnsla Dalabyggðar, það er að stuðla að fjölbreyttri úrvinnslu matvæla úr héraði og þess til viðbótar er hægt að skjóta á að það var ágætis málþing hjá Bændasamtökum Íslands í gær þar sem kom í raun og veru fram að framtíðin, kröfurnar í framtíðinni verða miklu meira í þá átt að neytendur vilja leita beint til bænda og við þurfum kannski að vinna að því að fá þá sem að framleiða matvæli hér í héraði ef þeir sjá tækifæri í því að geta selt beint frá bíli. Þetta er náttúrulega undir hverjum og einum komið hvað hann vill gera og hvað hann kemst yfir. Skipta. Síðan er verkefni, við þurfum að finna framtíðarhúsnæði fyrir byggðasafnið. Vindorkumálin hafa verið mjög stór hérna og hafa verið til umræðu og við erum bara ennþá að vinna með yfirvöldum að rannsóknum og framgangi verkefna. Þetta er hins vegar mjög langur og flókinn ferill og þó svo að hafa verið hér lofað nánast á íbúafundi fyrir 2 árum að það ætti að byrja að reisa vindmyllur árið 2020 þá held ég að það sé ennþá mun lengra í land því að þetta er ekki bara einhliða ákvörðun Dalabyggðar. Það eru ýmsar stofnanir og fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu sem eiga líka eftir að taka afstöðu. Og þetta er bara hlutur sem er í vinnslu. Og eins og Kristján benti hér á áðan, þá vantar hér lóðir til atvinnubygginga og íbúðabygginga. Það hafa komið hér fyrirspurnir frá fyrirtækjum sem jafnvel hafa hug á því að flytja eitthvað og vilja byggja hérna upp. En við eigum ekki atvinnulóð og þar af leiðandi getum við ekki boðið upp á að sé hægt að flytja fyrirtæki hingað inn á svæðið. Síðan er unnið að skólastefnu og það markmið skólastefnunnar er að tryggja samstöðu, samábyrgð og sátt skólastarf í sveitarfélaginu, að faglega sé unnið að skólamálum í sveitarfélaginu, að gætt sé jafnræðis, þannig að allir nemendur geti náð sem bestum árangri, óháð búsetu, kyni, fötlun, fjárhag eða annarri sérstöðu, að bjóða upp á góða aðstöðu til námsa sem hugað er öryggi og aðstöðu til náms í fjölbreyttum námsgreinum,
og gera skólastarfið sýnilegt og tengja það samfélaginu. Og síðan er stefna í íþrótta- og tómstundastarfi og þar þarf að vinna faglega að tómstundastarfi í sveitarfélaginu, að gætt sé jafnræðis þannig að allir hafi sömu tækifæri til að nýta sér þau íþrótta- og tómstundatilboð sem völ er á. Það þarf að efla íþrótta- og tómstundastarf, fjölga þátttakendum og efla samvistir fjölskyldu á sem fjölbreyttastan hátt og bjóða upp á góða aðstöðu til íþróttaiðkunar og tómstundastarfs og leggja áherslu á forvarnir. Og markmið fjölskyldustefnunnar er að fjölskyldum líði vel í Dalabyggð og vilji vera hér. Og verkefnin sem eru sett inn í plaggið innleiðingu eftirfylgni, verkefnin það er samfella í tómstundastarfi barna, það er framhaldsskólanámi í fjarnámi, það er betri þjónusta við aldraðara, það er heimaþjónusta og svo er íþróttaaðstaða. Síðan er markaðsmál. Það þarf að styrkja ímynd sveitarfélagsins. Við þurfum að gera Dalabyggð sýnilegra á vefmiðlinum. Það var, ég get alveg sagt við ykkur og ég held að allir í kollega mína í sveitarstjórn, það var mjög áhugavert fyrir okkur að fá utanaðkomandi augu frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands á fund þar sem að voru bara tínd til ótal atriði og við erum bara rosalega ósýnileg. Þetta er bara hlutur sem við þurfum að vinna að þess að gera ímynd okkar og kynna okkur betur. Við þurfum að efla viðburði í sveitarfélaginu en við búum við mjög fjölbreytt menningarstarf. Og þetta er eitt af markmiðunum, það er að ráða ferða- og markaðsfulltrúa í 100% starf og er á fjárhagsáætlun. Við þurfum að vera sýnilegri í vef og samfélagsmiðlum og vinna með gildi Dalabyggðar í öllum auglýsingum sem koma frá okkur. Verkefninu hér við innleiðingu það er ferða- og markaðsfulltrúa, það er ný vefsíða í loftið. Það er enda búið að standa til núna í nokkuð langan tíma og þessi síða er núna tilbúin en það vantar í raun og bara eftirfylgnina við að koma þessu í loftið. Og það eru ýmis námskeið hvernig við nýtum samfélagsmiðla betur bara til kynningar á sveitarfélaginu. Eitt verkefni er að kannski sveitarfélagið standi að einni sameiginlegri auglýsingar allra fyrirtækja í samfélaginu eða í sveitarfélaginu. Þannig að við getum auglýst öll störf sem í boði á einum sameiginlegum vettvangi. Svo er þetta markmið, það er að merkja markaðssetja gönguleiðir í samvinnu við alla hagsmunaaðila og markmið er á næstu 3 árum að sé unnið að merkingu 2 til 3 gönguleiða hverju ári. Og það er markmið að selja laugar. Svo fjarskipti og samgöngur og við þurfum að greina þarfir íbúa og atvinnulífs á sviði samgöngumála og beita sér gagnvart málaflokknum til dæmis í gegnum Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi með samgönguáætlun Vesturlands. Ég veit það bara sem fulltrúi Dalabyggðar inn í stjórn SSV að samgönguáætlunin sem SSV lét gera fyrir 2 árum, hún er að virka mikið betur inn í ríkisapparatið heldur en ef öll 10 sveitarfélögin væru hvert á sínu sviði að ýta og pota við ríkisvaldið. Og það er að hluta til, svo við stökkvi úr þessu yfir í annað, ástæðan fyrir því að menn eru að tala lágmarks íbúafjölda í hverju sveitarfélagi og vilja færri og stærri sveitarfélög. Að það sem mun gerast ef verður ekki farið í þessar sameiningar, ég ætla bara að taka fram, það er mín persónulega skoðun, við þurfum að sameinast, ég hef ekki mótað með skoðun á því hvert við eigum að sameinast. En ég virði allar skoðanir og ég virði skoðanir þeirra sem þarna eru á móti því og segja bara Dalabyggð eigi að vera í þessari stærð óbreytta framtíð. En það sem mun gerast og er nú þegar farið að gerast að ríkisvaldið er bara í auknum mæli farið þá að beina sér til landshlutasamtakanna.
með ákveðin mál og sleppir því að tala um sveitarfélögin. Þannig að við munum bara búa til 4. og 5. stjórnsýslustigið í landinu. En síðan samgöngur eru náttúrulega bara nauðsynlegt mál hérna fyrir þetta svæði og það er ein af mínum hugmyndum að ég kom með þá hugmynd við Kristján og ég held að séu peningar fráteknir í því fyrir í fjárhagsáætlun að Ólafur Guðmundsson var með sérstaka kynningu daginn á úttekt sem hann vann fyrir SSV að við fáum hann til þess að vinna alveg sérstaka úttekt bara fyrir Dalabyggð, bara sem að við höfum þá fyrir okkur til þess að nota því að við getum alveg farið á fund og kvartað undan því hvernig vegakerfið er en við þurfum líka að hafa einhverjar staðreyndir á blaði sem við getum bent á. Bara svona eru hlutirnir, það virkar mikið betur í samskiptum við ríkisvaldið. Og það þarf líka alltaf að vinna að öll svæði séu búi við góð fjarskipti. Það kom náttúrulega upp svo staða hér í fyrra þegar að ljósleiðarinn var tengdur hér í Suðurdölunum eins og inn í Hörðudal að þá allt í einu varð svæðið bara fjarskiptalaust eða var það rafmagnslaust því að ljósleiðarinn þarf rafmagn til að virka og þá var ekki hægt að ná í viðbragðsaðila ef það var slys en það var ráðin bót á því seinna eða núna í sumar með því að setja upp betri senda þannig að ég best veit þá er orðið mun betra fjarskiptasamband inn í Hörðudal. Þetta er eitthvað sem að við þurfum öll að koma með ábendingar að hvar er best hvar eru þessi svörtu punktar. Ég veit það til dæmis bara hjá sjálfu, ég get bara nefnt eitthvað sem dæmi að því að ég er með mína símaáskrift hjá símanum en það er Vodafone Mastur vestur á Svínadal. Mér gengur bara alveg bölvanlega stundum að ná tengingu af því að þarna er bara konflikt hjá sitthvoru símafyrirtækinu. Ég hef einu sinni staðið undir masturinn í hálftíma við að ná tengingu. Ég var bara símasambandslaus. Skipta. En það er það sem eru kannski hvað stærstu tækifærin fyrir okkur og við þurfum að halda vel á lofti. Það er að við erum rosalega vel staðsett. Við erum á krossgötum og það er stutt fyrir okkur í Borgarnes. Ég veit að það er áhugi út á Snæfellsnesi fyrir betri tengingu hérna. Það er stutt út í Stykkishólm. Það er stutt í Reykhólmssveitina og það er stutt á Hólmavík, það er stutt á Hvammstanga. Þetta er allt staðir sem er í álíka langri akstursfjarlægð. En við þurfum líka að beita okkur fyrir samgöngunum og það gildir alveg það sama hér skólabörn hér á Malarvegum eins og annars staðar á landinu að það þurfa að vera betri samgöngur. Og vonandi tekst hér að allavega ljósleiðaravæðingin í dreifbíla hún verði orðin virk mitt ár 2020. Ég sagði reyndar í fyrra þegar ég fekk strenginn inn í hús í Ásgarði að það kom inn 15. september að ég yrði mjög glaður ef ég yrði komið með tengingu fyrir jól 2020 og ég fekk tengingu núna í vikunni. Þannig að það svona fór nokkurn veginn eftir það sem ég bjóst við. En innleiðing og eftirfylging samgöngustefnu að við þurfum að halda bara áfram að vinna því góða starfi sem er unnið á vegum SSV eins og áfangastaðaáætlun Vesturlands gerir ráð fyrir. Og það var hugmynd að hafa aðgengi að sand- og saltstömpum innanbæjar í Búðardal þannig að menn geti þá hálkuvarið betur hér innanbæjar í Búðardal. Við þurfum að fara betur yfir forgangsröðun og snjómokstri og hvernig við nýtum þá peninga sem við setjum í snjómokstri sem best. Við þurfum að fá meiri þjónustu á stofnvegi. Það þarf að vinna áfram að framkvæmdum í samræmi við samgönguáætlun Vesturlands. Og svo þetta, það er ýmis mál þarna sem er í kross við önnur. Og síðan eru umhverfismál. Stefán Gíslason fór náttúrulega vel yfir það hérna áðan hvað er í aðsigi varðandi umhverfismálin. Og
Og við þurfum í raun og veru að setja okkur umhverfisstefnu sem sveitarfélag og við verðum til fyrirmyndar í umhverfismálum. Og skipta. Og það verða hér miklar breytingar í sorphirðu á næsta ári því að við höfum framlengt í raun og veru samninginn við gámaþjónustu eða hvort það heitir Terra í dag fram á mitt næsta ár. Þannig að það verða breytingar varðandi sorphirðuna mitt næsta ár. Við þurfum að setja okkur umhverfisstefnu. Það var hérna ein hugmynd sem verður hrint í framkvæmd þá hér á næsta ári. Það er átakið hreinsun Dalabyggðar að það er búa bara til samverudag þar sem íbúar koma saman og tína rusl, þeir sem að það vilja. Og það er þarna, við getum líka gert betur að því að vera með gáma í dreifbýli. Og síðan eru ýmis mál tengt fráveitu og við þurfum líka að efla skráningu á hunda og kattahaldi. Þá þessar glærur búnar. Ég er búin að fara yfir inntakið í þessari stefnumótunarvinnu sem eru niðurstöður íbúaþingsins sem var í febrúar. Já, takk fyrir þetta Eyjólfur og bara þá er orðið laust. Ég ætla svo sem að nema Kristján sveitarstjóri sem mjög mótfallinn því, þá ætla ég að opna líka fyrir fyrirspurnir fjárhagsáætlun, svo það kominu kannski aðeins fleiri. Það væri kannski ágætis regla að láta alla koma með eina spurningu. Nei, ég segi svona, en er ekki einhverjir spenntir að koma með spurningar? Guðrún? Er einhverjir fleiri, svo ég geti tekið kannski nokkrar í röð hérna? Þið hugsið á meðan. Góðan daginn, alltaf óþægilegt að vera fyrir fram marga, en ok. Guðrún heiti ég og bý í Hlíð og er svona nokkur mál. Það er varðandi þriggja-fasa rafmagnið. Veit sveitarfélagið hvar, á hvaða áætlun þriggja-fasa lagnir eru í sveitarfélaginu? Samanber að það kom með þriggja-fasa rafmagnin í Hörðudal og það var eingöngu vegna þess að starfsmaður Rarik benti mér á að við hefðum verið á lista, en það ætti að taka þann pening og fara með hann í Ólafsvík, af því þeir ætluðu að leggja einhvern pening á móti. Þannig að með því að hringja og naggast í dálítið tíma, að þá allt í einu fengum við þriggja-fasa rafmagn. Þannig að við þurfum kannski að vita hvar við erum í röðinni til þess að geta fara að pikka og ætlast til þess að hlutirnir gangi. Strætómál í sveitarfélaginu, ég svo sem veit ekkert á hvaða höndum það er, en það er samgöngumál og ég upplifi strætókerfi hér fyrir ömmur og afa í Dalabyggð. Þar sem barnabörnin úr bænum komast til ömmu og afa og svo aftur til Reykjavíkur á sunnudegi. En þau henta ekki mínu barni að fara til ömmu sinnar og afa í bænum, af því að þá fara þau mjög seint á föstudegi og eldsnemma á sunnudegi tilbaka aftur. Þannig að þetta er rétt rúmur sólarhringur og þar frutan svo allir hinir dagarnir sem mér finnst bara mjög leiðilegir. Vegamál. Ég myndi vilja sjá í raun sveitarfélagið standa fyrir því að það sé einhver nefnd sem að sé svona pönkast í réttum aðilum og talning. Að þau voru nú aðeins að leggja hausinn í bleyti daginn og skoða talningar á svæðinu. Og sumartalningar, miðdælina, er 1000 bílar á sumri, 400 eitthvað tæplega 500 skógarstörundilega. En vetrarferð, eða vetrarakstur, það er eitthvað í kringum 500 miðdælina, en bara 80 skógarstörundilega. En það er miklu fleiri bílar, þannig að spurningin hvenær er talning? Þannig að kannski ættu þið reglulega að kalla eftir talningu á þessu vegu til þess að hafa raunhæfari mynd á akstri, eins og til dæmis bara Laxárdalinn, Skógarströndina, bara innvegina líka. Það þarf að halda þessum vegum við. Röddalurinn eru kannski ekki alveg bestur. Sameiningin, ég vaður einu, bara koma að segja öllu frá mér. Sameining sveitarfélaga, hún mun verða. Ríkið mun sjá til þess að þetta bara verði svona. Allt í lagi með það. Ef við sameinumst sveitarfélögum hérna í kringum okkur sem eru komin með flott íþróttahús og sundlaugar,
þá munum við aldrei fá sundlaug og íþróttahús. Þannig að þetta sveitarfélag þarf aðeins að fara að vinna í þessu íþróttahús sundlaugarmáli. Svo langaði mig bara að vita hver staðan á sölu lauga í Sælingsdal og svo hver stefnan varðandi sorpmál til sveita, sérstaklega. Af því að ég kem frá góðum stað þar sem alltaf flokkað og bara alltaf sótt og það smá áfall að koma í sveitina, flokka og henda þessu í gáminn allt saman. Ég ferðast ekki 21 kílómetr með flokkunardótið mitt, þegar 7 kílómetr alveg nóg bara í næsta gám. Þakka kærlega vel fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Guðrún. Eru fleiri spurningar áður en ég leyfi einhverjum að bregðast við? Engin. Þið hugsið bara áfram. Vilt þú kannski byrja að svara, Kristján, eða Eyjólfur? Varðandi 3 fasa rafmagnið þá hef ég nú einhvern tíðan séð þennan lista. Ég man að við erum aftarlega á röðinni með 3 fasa væðinguna hér í Dölum, en það er líka gangi vinna að hálfu stjórnvalda að reyna að hraða þessu og ég þarf bara að kynna mér þetta betur. Ég skal alveg taka þetta mál til mín. Varðandi strætó, hann er ekki á ábyrgð Dalabyggðar, en ég þekki málið sem stjórnarmaður í SSVF því að samtök sveitarfélaga á Vesturlandi eru í samstarfi við Fjórðungssamband Vestfirðinga og samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra með reksturinn á almenningssamgöngur í félagi sem heitir núna NVB EHF. Einhverjum kannast kannski við skammstöðuna, en þetta gengur undir nafninu Norðvesturbandalagið sem var einu sinni nafn á Sláturhúsinu hér í Búðardal. En staðan þar er svo að reksturinn á þessum almenningssamgöngum mun væntanlega flytjast alfarið til ríkisins núna 1. janúar. Það var til umræðu í stjórn SSVF núna í sumar, það kom hugmynd frá ríkisvaldinu það að þessi rekstur honum yrði áfram skipt á milli þannig að ríkið ætlaði að bera ábyrgð á 51% hlut en SSVF átti þá að bera ábyrgð á 49% hlut. Og það var eitthvað sem stjórn SSVF gat ekki sætt sig við, að við værum að demba þessum kostnaði yfir á sveitarfélögin ef illa gengi. Þegar ef það yrði tap á rekstrinum þá væri þetta bara aukinn kostnaður á sveitarfélögin. Ég veit ekki hver lausnin hjá ríkisvaldinu varðandi þessar almenningssamgöngur, en það er vinna þar í gangi. Reksturinn á þessu félagi sem að SSVF aðili að, hann hefur gengið alveg þokkalega. Og það vegna þess að strætóleiðin Reykjavík-Akureyri innan þessa félags og þar blússandi hagnaður. Hins vegar tap á leiðinni sem gengur hingað hingað vestur í Búðardal. En hins vegar varðandi tímaáætlanir og hvenær strætó að ganga, þá best að koma ábendingum það til dæmis Páls Brynjarssonar, framkvæmdastjóra SSVF. Því að þetta alltaf til endurskoðunar og menn alltaf að taka á móti ábendingum hvað hentar og hvernig best að vinna úr þessu. Við erum alltaf að vinna við viljum bæta samgöngur, við sendum inn umsögn um samgönguáætlun og það búið að boða fulltrúa Dalabyggðar á fund hjá samgöngunefnd Alþingis, þar sem við munum halda áfram að vinna þessum tala þessi mál sem eru brýnust fyrir þetta svæði. Varðandi sameiningar sveitarfélaga og íþróttamannvirki, það núna mjög stefnumarkandi inn í þessari fjárhagsáætlun að ráðast í uppbyggingu og eins og Kristján vék að þetta bara partur af því sem þarf að semja þegar við förum í viðræður við einhver önnur sveitarfélög. Ef við horfum til dæmis til þessar viðræðna sem var verið að samþykkja núna austur á landi, þar sem verið að sameina megnið af Austurlandi, þar settust bara öll sveitarfélögin sem voru að sameinast niður og það var bara skrifaður niður listi yfir það hvað þarf hér í innviðum
í þetta sveitarfélag, hvað þurfti í innviðum niður á Djúpavogi, hvað þarf í innviðum upp á Fljótsdalshéraði. Og þetta var allt saman reiknað út og allar þessar skuldbindingar, það er bara fylgir þessari sameiningu að það á að ráðast í þær. Og það sveitarfélag á að vera orðið fjárhagslega sjálfstætt eftir 10 ár, miðað við allar þessar innviðafjárfestingar sem þarf að ráðast í. Og þetta er varðandi eins og uppbygging íþróttamannvirkja hérna, eins og Kristján benti hérna á áðan, að ef að sveitarfélagið er nógu mikið skuldsett þá fáum við mesta framlagið frá ríkinu eins og reglurnar eru uppsettar núna. En við getum líka bara nálgast á hinn háttinn að þegar við förum í viðræður við önnur sveitarfélög, þá þarf bara að tala um það hvað innviðir þurfa að vera til staðar hér, þannig að allir kjarnar í stærra sveitarfélagi njóti þess sama. Og varðandi sorpmál til sveita, það verða breytingar í aðsigi og kostnaður mun hækka, og ég sé í raun og veru ekkert annað fyrir mér en það að partur af þeirri breytingu sem verið að fara að ráðast í hér mitt næsta ár það verða 2-3 tunnur heima á hverjum sveitabæ og rusl sótt þannig og menn flokka heima. Gráu gámarnir fara burt. Já, takk fyrir þetta, Eyjólfur. Kristján, vilt þú bregðast eitthvað við? Já, ég held að Eyjólfur hafi þetta farið yfir allt. Ég get kannski bætt við varðandi 3 fasa rafmagnið að jú, við höfum séð áætlun RARIK þar og þar eru þeir að áætlunin hefur verið að færast framar, en þeir eru samt sem áður þetta ekki komið framar heldur til 2026 á einstaka stöðum. Og við höfum verið í samtali, ég hef átt samtal við forstjóra RARIK, við sjálfsögðu þingmenn, eins og Eyjólfur nefndi, og við líka ráðherra þessa málaflokks. Og það er svo sem tekið mjög ákvætt í allt, en við svo sem ekki fengið neitt framar, en við höfum stöðugt verið að herja á og byggðaráðið nýbúið að samþykkja ályktun sem líka til að reyna að ýta eftir þessu. Já, Eyjólfur var búinn að nefna með íþróttamannvirkin og sorpinu, það verða mikla breytingar í því. Og eins og Stefán var hér að tala um, við höfum ekkert val og þetta er bara hluta þeirri ábyrgð sem við berum líka. Ég held að það eina sem þú ekki komið inn á, það var þetta sölu lauga, að það er sem sagt bara verið að vinna áfram að því, laugar áfram til sölu. Í miður gekk þetta tilboð sem var komið og við vorum að vinna í, það gekk ekki eftir, af því að eins og hefur komið fram að þá féll aðili, þeir sem buðu í frá því að þeir settu fyrirvara um fjármögnun og fengu ekki fjármögnun og gátu þar með bakkað út. Það maður veit voðalega lítið, það eru aðilar sem hafa haft samband og spurt. Þessi fréttaflutningur núna það að tilboð hefði ekki gengið eftir, hann var svona ágætis auglýsing. Það voru 2 aðilar sem höfðu samband í kjölfarið á því. Hvað kemur út úr það veit ég ekki, en við erum með, sem sagt, það var samþykkt bæði í sveitarstjórn og í stjórn Dalagistingar að við erum áfram að minnsta kosti til áramóta að láta vinna í því að koma þessu framfæri. Það ég segi nú alltaf heildsali, fasteignasali sem að vinna fyrir okkur, sem líka bara því að fara og tala við ferðaþjónustuaðila og reyna að ýta þessu áfram. Og við höfum ekki, og það er bæði sveitarstjórn og stjórn Dalagistingar tók ákvörðun því að fara ekki neinar aðgerðir til þess á þessu stigi til þess að leigja út aðstöðuna fyrir næsta sumar, bara vegna þess að það mun draga úr sölumöguleikunum ef það verður gert. Þannig að
það er reynt að halda þessu opnu allan eitthvað áfram. Já, takk fyrir þetta, Kristján. Er einhverjar fleiri spurningar eða langar einhverjum öðrum sveitarstjórnarmönnum að bregðast við þessum spurningum líka? Ég glemdi því hérna áðan, þegar náttúrulega einhverju hérna í salnum. Langar einhver að segja eitthvað? Já. Já, Vili, gjörðu svo vel. Kvöldið, fundarstjóri og aðrir fundamenn. Það er einn hlutur sem ég velti fyrir mér hérna í samtöku snjómokstur. Það þarf að laga til í snjómokstri á gangstéttum. Börnin þurfa að labba eftir götunum í skólan á morgnana vegna þess að það er ekki mokað gangstéttirnar eða saltbornar. Svo hitt þá ætla ég bara hvetningu til þess að fara í uppbygging á íþróttamanneskjunum eins og fjárhagsáætlun ykkar hljóðar upp á og láta bara slag standa. Það fer ekki verið til komið. Takk. Takk fyrir þetta. Eru einhverjar fleiri spurningar? Karolín? Góða kvöldið. Ég veit ekki hversu mikilvægt það er. Mér finnst nauðsynlegt að sveitarstjórnin er að setja meiri þrýsting á fyrirtæki að sorta rusl. En ég er náttúrulega aðalega eitt gamla fyrirtæki mitt. Þau fara alveg hræðilega með rusl og þegar ruslið er losa þá er ég að fara í annað ruslaflokkun út á tjaldsvæði með allt ruslið sem hangir í rullunum þar eftir það að losa sorp í samgöngum. Sjálf ætla að hæla mig pínu. Ég er komin niður í tæpa hálfa ruslatunnu þrátt fyrir að vera með gistiheimili líka þó það er ekki mikið að gera þar. Helmingurinn af því rusli er lífrænt úrgangur sem myndi vilja fara með, og ég er ekki að tala um kjöt og fisk og eitthvað svoleiðis, ég er bara að tala um kartöfluíði og annað sem myndi gjarnan vilja sturta bara það sem við erum að sturta öllum garðúrgangi okkar. Ég veit ekki hvað munurinn er. En það væri æðislegt að fá einhver lausn á því. Af því þá er ekkert eftir, líku við. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Einhverjar fleiri spurningar? Viljið þið bregðast við? Eða einhverjir aðrir? Rétt bara aðeins að svara Karolín, við þurfum vissulega að setja miklu meiri þrýsting á fyrirtæki að fara að flokka sorp. Það er kannski bara eitt af því sem að gerist þegar þessar breytingar fara á stað og við tökum burt þessa gráu gáma, þá þurfa menn að koma með rusl einhvert annað. Það er alls konar rusl sem að fer í gráu gáman í dag. Og eitt af því sem við þurfum kannski að gera hér eins og upp í endurvinnslustöð er það að virkja það ákvæði sem er í gildi núna að það er gjaldskrá fyrir móttökustöðina og hins vegar borgar enginn neitt þar. Við þurfum kannski bara að koma upp þessari gjaldtöku sem er þar, þannig að menn þurfa bara að borga fyrir að losna við rusl. Og ég vil bara segja eitthvað svona eina litla sögu sem að ég hafði bara ekki hugsað út í þetta. Í apríl síðastliðnum tók ég sæti í stjórn Sorpurðunar Vesturlands sem að rekur urðunarstaðinn í Fíflholtum. Staðlabyggð á 6% hlut í Sorpurðun Vesturlands. Og stóru sveitarfélögin Borgarbyggð og Akranes eiga flesta fulltrúa í stjórn en samkomulagið er í raun og veru þannig að Dalabyggð og Hvalfjarðarsveit skiptast á að vera með stjórnarmann. Þannig að ég sit þarna inni núna næstu 4 árin í stjórn Sorpurðunar. Og eitt af því sem hefur verið vandamál varðandi urðun og hefur safnast upp í Fíflholtum en núna sjást fram á lausn á, þegar var talað um plast áðan, það er veiðarfæraúrgangur. Veiðarfæraúrgangur. Og
Staðan er þannig að í stjórn Úrvinnslusjóðs, og þetta er hættulegt í upptöku, ég fæ einhver skammar símtöl þegar þetta birtist, að ég best veit þá eiga Landssamtök íslenskra útvegsmanna þau eiga fulltrúa í stjórn Úrvinnslusjóðs. Og þar er bara samið það að það er ekki lagt úrvinnslugjald á plast í sjávarútvegi. Þess vegna er ekki hægt að taka plast í sjávarútvegi til endurvinnslu og það þarf að urða það. Þetta hafði ég ekki hugmynd þegar ég kom inn í stjórn Sorpbrennslu Austurlands. Já, takk fyrir þetta. Það var líka fyrirspurn snjómokstur. Vill einhver bregðast við því, Skúli? Já, fundarstjóri, mér langar ekki bara aðeins að svara Villa varðandi snjóinn á gangstéttunum. Auðvitað þarf að vera miklu betur mokað, að vera búið að moka þegar krakkarnir fer í skólann. Og svo líka með íþróttahúsið. Þetta er metnaðarfull áætlun, ég ætla að vona standist. En við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því leiðum við byggjum íþróttahús, þá þurfum við að reka það. Og það kostar fullt af peningum. Þá er ekkert víst að við setjum salt á gangstéttina þegar við förum í það. Við skulum bara gera okkur grein fyrir því, það kostar miklu meira heldur. Já, ok, flott, en það þarf samt að reka. Og við erum bara að gera okkur grein fyrir, bara svo við vitum það. Bara á Hvammstanga kostar það 60 milljónir cirka að reka íþróttamannaverkið þar, sem ég fékk hérna sent frá þeim. Og við bara þurfum að hafa þeim í meðvitundinni. Það verður eitthvað annað sem þarf þá að minnka útgjöldin í. Við bara höfum það hjá okkur. Takk. Við skulum halda okkur við púltið. Hérna 2 spurningar í viðbót svo við förum að komast heim. Ef það er einhverjar, vilja einhverjir henda fram? Eða erum við bara góð? Allir sáttir? Það líður öllum vel. Snýst þetta ekki um það, láta fólki líða vel. Heyrðu, þá þakka ég bara framsögumönnum, Kristjáni, Eyjólfi og Stefáni nú örugglega farinn. Starfsmanni fundarins, þakka ég kærlega fyrir, ég vona hann editor þetta allt vel og gera okkur öll grönn og myndarleg og brún. Heyrðu, þá segi ég bara fundi slitið og takk fyrir.